Jæja. Ok, velkomin í mömmulífið. Já, velkomin. Þið eruð in for a treat. Já, ángríns. Í dag maður. Þessi þáttur var eitthvað annað, sko. Það er bara, ég veit við erum alltaf að segja, en þessi samt svona smá þess að hormóna þátturinn. Já, þið verða eiginlega, taka stílabók. Og glósa. Já, það er eiginlega, já, ég ætla að hlusta á hann aftur, sko. Jú, ég eiginlega bara get ekki beðið. Við fengum margar blautar tuskur í andlitið. Við fengum þess að doktor Erlu Björnsdóttur sem er doktor í svefn, það er svona einfaldalegin til að segja. Já. Og hún bara, hún var að koma með neglu eftir neglu og bara svona fræði okkur ótrúlega mikið bara svefn, sko. Já, og bara alls konar. Þetta var, kom alls konar ráð, bara alls konar svona fakt sem maður vissi ekki og bara og við vorum líka fact-checka fullt. Já, en þetta. Já, en þetta. Við vorum líka bara en þetta. En já, okkur langaði líka út af því að eins og við vitið, það langar okkur ofta að taka aðeins kostendurnar fyrir og okkur langaði að hafa smá svona svefnþema kannski. Já, pínu. Já, er það ekki? Jú, klálega. Og ég skal byrja á góðu svefntengdu. Það er kannski svona óbeint en samt. Það er Lauga Spa sem að við, by the way, ég verð að byrja að segja að við erum með 20% afslátt á kóða sem er mömmulífið, bara í checkout á síðun þeirra. Og það sem ég langaði að segja ykkur frá er augnkremið. Já. Af því að stundum vakna maður ef maður er ekki að fá nógun svefn. Þá er maður ekki stundum með smá bauga og eitthvað svona og ég er svona típa sem hef eiginlega bara alltaf verið rosa dökk undir augunum. Já. Svona genatíst bara, ég fæ ekki svona póka, ég fæ ekki þannig, ég fæ svona bara, ég verð dökk. Já. Og er það bara eðlisfæri og ef ég svef lítið þá bara ennþá meira. En það er geggjað augnkremið frá Lauga Spa. Það er ógeðslega næs og bara svo mjúkt og mér finnst það að lýsa upp undir augun. Já. Og það sem er algjört hags er að geyma þenni í ísskáp. Já, það er geggjað. Þannig að þegar þú vaknar að setja ískallt krem undir augun. Það er líka svo mikið núna, þú veist, allir með svona æsa, róler og eitthvað. Já. Þá er bara, þú ert eiginlega 2 in 1. Setja bara inn í ísskáp, sko. Since we're on the topic, þá verði ég að tala um að ég er búin að sjá svo ógeðslega mikið eitthvað svona á TikTok að fólk sé að tala celebrities og hvað þau eru að gera að nota og það er að nota klaka á andlita á sér á mótnana. Já, mér langar svo mikið. Við erum ekki að tala um ekki eitthvað svona klaka rúllu, við erum að tala bara klaka. Já. Ég var bara, wow, ok. Það er að kaupa en held ég bara, þú veist, ég veit ekki að Amazon eru glaupandi. Einhverstaðar svona gæja sem þú setur bara vatni í, setur í frysti og tekur þú veist, og gerir svona kalt. Þess vegna er líka geggjað að setja augnkrem og svona inn í kæli því að tekur í burtu svona þrota, þú veist, ofta er maður svona bólgin, þess vegna er það næs, það er svona róar. Já, en mæli með þessu. Fá sér, setja augnkrem og kaffibólla. Hvað svo næs combo. En fyrst að borða eftir hormónaþáttinn. Já, fáðu þér eitt egg og svo kaffibólla. Já. Og augnkrem. En það er ekki, en líka sko eins og núna sko það korter í júli. Finnst það ekki skrítið? Það er mjög skrítið. Ég er eiginlega bara svona, hvað er ég búin að, er samt mikið búið að gerast í júni. Já. En samt er ég alveg svona, það er ekkert búið að vera beint summer, eða finnst þið það? Nei, mér finnst líka bara júni, eins og mér finnst þess að sé svona 3. júni, skilur? Já. Þetta er svo skrítið eitthvað, mér finnst sko, út af núna fólk náttúrulega margir að fara kannski útilegur og svoleiðis. Já. Þannig, og ég hugsa margir eru kannski bara eins og Íslandi, þú þarft eiginlega bara að pakka vel. Fólk er ekki að láta þetta sko, fólk sem er útilegu fólk, það lætur þetta ekki stoppa sig, sko. Ég er endar, sko, ég heldur sem hvorugar, ég er ekki, sko, mammin og pabbi, við fórum mér svo mikið á útilegu þegar ég var lítil. Ég er ekki alveg þar aftur. Útilega yfir þig bara. Já, eiginlega. En það sem er svona key, ég hef samt farið í útilegu einanótt með Áslaugu og það var key að vera og bara allir sem, þú veist, ég setti eitthvað spurningaboksa eitthvað og voru allir sem mældi með því að vera, þú veist, sofa í föðurlandi. Já, því að það er eiginlega
því að, þú veist, á Íslandi, það verður mjög kalt á nætuna, Já. sko, í svona tjaldi, sko. Það kannast allir við að fara að sofa úrslega kalt Og vakna bara meittur, kaldna, já. Þannig, mér langaði svo mikið að mæla líka bara með yfirhöfu fyrir íslenska sumarið. Valhöll í ullafötuna frá 66. Já. Er það föðurland eða? Já, það er svona Já. föðurland og þau eru Þunnull, komin, manstu, já. í svona ótrúlega fallegum Fallegum lit. Já. Ég man, ég Þannig- sagði einhvern tímann að því ég fekk mér hennar ljósa lit, manstu, og ég var eitthvað svona fyrir my fellow shorties petites og þá Já. keypti ég einn batna. Já, Og þá getur ég sparað eitthvað smá líka í leiðinni. Það er nefnilega lags og líka, þú veist, einmitt fyrir fullana líka að fá sér, þú veist, föðurland þetta er bara föðurland. kýr, Ég fór á fótboltaleik með pappa. Já, Ég finn náttúrulega svona fótboltafjölskylda og ég finn nú alls ekki oft. En ég, fyrst, það er ekkert verra en þegar að standa út og vera kalt og ég fór í föðurlandi. já, en líka ímyndar fyrir krakkana, skilu, Já. langar kannski að vera í, skilu, bara svona sumarfötum innan gæsalappa, Já. skilu, í stuttbuxum, en það geta allan að verið í á Íslandi í föðurlandinu, Já. skilu, þegar það er svona kalt og svona, þannig við mælum með því. Gekkja næs. Annað, við erum að tala um svefn í þessum þætti. Þá langar mér svo að segja þér að því ég er búin að vera aðeins duglegur að taka vítamín. Já, einmitt. Ég er búin að svona vera að innprinta það í morgunrútínuna mína og en það sem ég hef líka verið að gera er að taka melatonin á kvöldin og ég er að taka frá Muna sem fæst í Netto og það er svo geðveikt mikið úrval af vítamínum í Netto að það er alveg bara svona mínu galið. Það er bara besta, jú, bara... Í mjóttina hana og það er svona einn rekkur og það er bara svona það er alltaf búið sem ég fer í skilju og það er bara, það er svo mikið af vítamínum. Það er líka bara svo mikið af svona flottum, þú veist, bætiefnum. Já, og svona náttúrulegum og þessi ég elska þessi persónulega þessi frá Muna sem að ég bara I live by them og þetta melatonin er actually pínu að virka. Ég er alltaf að taka þetta, alls ekki. Nei. En bara svona stundum þegar mér líður svona eins og ég er pínu erfitt með það, ég finn svona kannski fyrir kannski að sem er kvíða eða eitthvað svoleiðis, þá hef ég að skella henni. Ég var að sjá þetta. Ég nefnilega sko er ekki nóg dugleg. Jú, ég tek náttúrulega D-vitamin og það náttúrulega fæst allt og líka talandi vítamin, ég verð að skjóta inn. Það er hægt að kaupa svona lýsisperlur fyrir 4 ára í Netto mitt. Og dóttir mín elskar það. Geðvægt. Og fyrir ekki lýs út um allt, þú veist. Nei, einmitt, þá er það ekki bara þá lekur það ekki um allt. En ég tek sem þessi fjölvitamin, þú getur gert það er D-vitamin og allt í því. Ég hugsa alltaf það er rosa sniðugt. Alltaf þegar ég hef tekið vítamin, alltaf þegar ég hef eitthvað svona, nú ætla ég að taka vítamin, þá er ég svo confused af öllum sem er í boði að ég bara multi það er svona bara allt en það er líka, þú veist bara það er alls konar, ég elska að fara þú veist, þetta er svona eins og hjá mér þá er þetta bara svona heilsuhotni eða eitthvað neginn keypti mér líka Happy Hydrate daginn og það er alls konar maður er svona uppgötað nýtt og nýtt þannig það er næs, skella sér í Netto allir færi Netto og kaupa sér vítamin þannig, en já, það er líka hvað ætla ég að segja síðan ég er svo spennt fyrir þess að þætti sko, ég er bara með hann fastan í hausti ég er bara ég er það að hugsa mann ég er líka bara að hugsa núna þegar þú varst að tala um vítamin ég er frussa á mækinn hana ég var að hugsa, við glemdum að spyrja hana, verðum að senda þér skilfóð með magnésium þú veist, út af margir að tala um að fara magnésium bað og eitthvað ég held að það sé bara svona róandi þú talaði um að gera bara allt róandi fyrir hvort sem þú sérst að það er ekkert að fara að knock you out held ég en það er alveg að fara að róa þig já, ég er bara, þið eru in for treat en talandi um svona magnésium krem og eitthvað við erum í samstæðu við fyrstu sporin og ég held að eitt af fyrstu þáttunum okkar þá vorum við að tala um hana magnésium kremið fyrir krakka núna bara stóli úr mér því að ég bara, þú veist, svo mikið eftir þáttin, manstu nokkuð hvað heitir? Það heitir eitthvað kremið býða eins Google it nei, út af því að þið vita vorum við ekki líka að tala um þetta við Söru eða eitthvað svoleiðis jú, ég var og líka þú veist tala um að hafa notað þetta og akkur mann ekki hvað þetta heitir þetta er magnésium krem er þetta ekki eitthvað sem maður setur á lappirna jú, getur gefið svona nutt fótanutt og þetta, og þú okkur langar að hafa svona svefnþema, ég verð að finna, hérna er það magnésium Better You þetta er hana, það fæst aldrei líka bara í Netto
Já, já. Batteri og magnesínslíp og þetta ótrúlega snitt, þú veist, fyrir börnin og bara, geta nutta og líka heldur til fyrir fullorðna eitthvað, þú veist, þetta er bara svona Pældi hvað þetta er krúttlegt líka. Já. Gefa mér smá tásunut. Já. Ég veit, sko, það er líka varhaldi meira svona, ég var allan að tala við einhverja og þá fór hann einhvern veginn á svona ungbarna nuttnámskeið. Já, það er it's a thing. Ennþá? Já, fólk er að fara á þetta. Ég vildi að þið fara á okkur svoleiðis. Það er ekki aðeins að greina nutta við eitthvað. Ég uppgötaði bara strax að dóttir mín, hún bara tósa sig alltaf frá og henni veist kósi. Nei, einmitt, svo er betur svo mismöndi og Jökull myndi að elska þetta áslega bara svona, nei takk, bara, þú veist. Þau eru bara svo mismöndi. En líka, þú veist, eitthvað kannski svona unga börn, þá er þetta alveg krútlegt. Þannig, við náttúrulega sko, já, smá side note, ég fór í Petit því að ég var aðeins að fylla á bækunum mínar og ég keypti svo sidebib snuð, ég ætla að sína þér. Þau eru sko geðið svona skandi væp, þau eru svona hvít og svona rönd og, já. Þannig, já, þarfst að kíkja. Því sem eru, þú veist, ég veit við erum alltaf að tala um snuð, en við erum alltaf börnum okkar bara snuð óð. Og líka, þú veist, þetta hverfur alltaf og ég er bara svona, herðu, ég ætla að kaupa kjút. En ég skil bara hvert það fer, sko. Ég fatta ekki hvað snuð fara. En líka, sko, Nóra var veik núna. Núna bara helgina. Já, leikskólaflensan. Leikskólaflensan, þetta, fljóta ná því. Og hann var þetta veik bara í 2 daga eða eitthvað. En hún var bara með snuð upp allan tíman. Og núna er hún bara, dutta? Já. Og svo gerir hún fyrst, dutta? Skilji? Og ég er bara, það er svo fljóta læra. Ástin mín. Alveg bara svo að ég var komin á svo gott ról að vera ekki með snuð á daginn, skilji, og bara minkið aðeins, skilji. Já, við vorum ákveður að sjá það. Já, og núna er hún bara, dutta. Já. En svo eru þau svo klár í leikskólanum og hjá dagmömmu, þá bara eins og hjá mér, þegar ég sæki Jökul, þá er hann bara dutta og hún bara, hann biður aldrei duttu, nema ekki ég kem og meira sem hann kemur á daginn, þá kemur hann bara, hæ, réttin er snuð. Þú skilur, þú veist, það myndi aldrei gera við mig, sko. Þú veist, þau eru bara, og líka kvíldinu hugsaður ekki með Nóru núna. Finnst þér ekki skrítið að hún fyrir kvíld og ég bara leggjast á einhverja dínu og fara að lúlla? Nú sefur ég vagn. Já, sem hún í vagnum. Ok. Mín er svona primadonna, sko. Það var að hafa þetta. Hún er alltaf líka bara í aðlögun og það gengur svona. Hún er svona lítil, sko. Þannig að við erum ennþá þar. En það verður þannig, og mér finnst það svo magna, sko, þegar... Ég veit þau eru að fara... Bara, ég fyrir að koma með teppi og þau eru að fara að leggja sig að merkja teppi með henni og svo líka ég bara, mér finnst það svo ógæslega krútlegt. Já, líka klá. Já, það er bara, þau eru magna, sko, þú veist hvernig... En það er sögðu svo þau mig, því ég sagði við þær eitthvað, hvað, þú veist, segi ekki allir bara eitthvað, gangi eitthvað vel að, þú veist, þá batnum mitt þess að gera þetta, sko, því að mín er bara ekki séns að svo vinni, sko. Eða, þú veist, á daginn hefur alltaf aldrei verið þannig. En svo er það bara eitthvað, þau læra bara eitthvað já, bara hegðun frá öðrum börnum. Já, og líka bara svona, einmitt, hegðun frá öðrum börnum og líka bara svona hvernig hlutirnir og rútínan er þarna, held ég, skilju. Bara það er hvort þér allir að fara að sofa. Já, þá er ég bara að sofa, skilju. Ég held þetta að segja krakkar eru bara svona magna, mér finnst það bara svo fyndið, þú veist, að hvað þið eru, þú veist, heima, þá er alltaf bara, þú veist, eru þið bara allt öðruvísi, sko. Allt öðruvísi, já. Að fara að sofa. Þau eru alltaf líka bara, þú veist, hann leggst bara og sofna bara sjálfur, sko, hjá damunni. Þú veist, já. Já, þetta er alveg, maður þarf eitthvað, þetta verður viðbröði fyrir, en nei, samt ekki fyrir hann, ég veit það ekki. Þetta er samt alltaf erfitt, svona aðlögun. Ég ætla að segja viðbröð fyrir hann að fara alltaf inn í kvíld með fullt af börnum eitthvað neitt. Ég er bara að drepast í þessari aðlögun, sko, mér finnst þetta svo erfitt. Já, þetta er erfitt. Þetta er erfitt, sko. Ég er bara, en það eru yndislegar og ég er ógeðslega ánægð með allt og allt það, sko. En þetta er bara, held ég alltaf erfitt, sko. Já, ég held að væri alveg smá skrítið og væri bara, nei, þetta er bara eitt mál. Eitthvað sem foreldri. Það er koma að sækja henni, hún er búin að gráta svo og maður er bara eitthvað... Ég veit það. Þetta er ógeðslega erfitt og líka bara svona, þetta er svo... Maður fæði bara, oh my god. Líka svo, en svo bara allt í einu, þá bara... Já, þetta kemur ekki já, þetta bara kemur og þau bara elska þetta og það er bara svo mikið fjör að fara út og þú veist, þetta er... Já, þau hafa svo gott að þessu, sko. Og líka bara þroskandi, sko. Hún er bara í aðalegur búin að önnu vika og við sjáum strax bara svona... Og það er bara gerst, skilu, það er bara 100 árs það var gerst eitthvað mikið, sko. Líka bara, það er svo gaman fyrir þau, sko. Þetta verður stuð. En það sem verður ennþá meira stuð og geggjað er þessi þáttur sem þið að fara að hlusta á. Þannig að bara gjöru svo vel og njótið þegar við lærðum ótrúlega mikið á þessum þætti.
Njótið. Velkomin í mömmulífið, Erla. Takk fyrir. Já. Takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að fá mig. Já, við erum búin að vera mjög spenntar að fá þig hérna í Good Good Studio. Við ákvæmum að gefa gjafir frá Good Good sem er sem sagt, þú þekkir þetta merki, þetta er íslenskt merki og er sykurlaust og þetta er bara súkkulaði, hvað er þetta, stevíasykur, sultuna, þetta er bara alls konar. Geggjað. Já, og líka svona próteinstykki og eitthvað. Þannig, þetta er kemur að koma sér vel. Það ekki. Jú. Geggjað. En heyrðu, við erum búin að vera svo spenntar að fá þig. Við erum alveg bara búin að skrifa hérna, okkur langaði svo mikið að vita bara svona aðeins meira þig og þú ert sem sagt í doktor í svefn. Já, ég er sérst sálfræðingur og doktor í líf- og læknavísindum eins og það heitir, en með sér áherslu á svefn, þannig að það má alveg segja bara doktor í svefni, það er einfaldar. Já, við erum að skrifa þetta líf- og læknavísindum. Já, og þú erum með sérhæfti í rannsóknum og greiningu og meðferð á svefn. Já, en getur þú sagt okkur aðeins meira, af hverju hvernig fórst áhuga á svefn? Já, sko ég hafði mjög mikið áhuga bara á svona heilsu og heilsuhegðun almennt og ég var í Danmörku og var að gera meistaraverkefni og var að skoða þá tengsl offitu og þunglyndis og sá þá að þeir sem voru ofþungir og þunglyndir að þeir áttu það mjög margir sameiginlegt að vera með kæfisvefn. Og ég vissi bara ekkert hvað það var, hafði lítið lært það í mínu námi og fór svona að skoða og sé þá að þeir sem eru með kæfisvefn, þeir fá eiginlega enga hvíld út úr svefninum, hætta að anda, endurtekið yfir nóttina og svo framvegis og það var svo lógist einhvern veginn að auðvitað væru þeir líklega til að vera þunglyndir eða þeir eru ekki að hvílast og þá bara byrjaði ég svona að skoða svefn og ég ætlaði alltaf í doktorsnám og þá fannst mér þetta bara svo spennandi bæða því að svefnin er ótrúlega mystískur, það er svo margt sem við vitum ekki, ég lýsi svo oft svona eins og ísjaka, þú veist, við sjáum eitthvað fyrir ofan en svo er endalaust sem við erum að uppgöta og eitthvað nýtt og þú veist bara af hverju dreymir okkur og bara alls konar þættir og mér fannst þetta bara eitthvað svo heillandi og líka það að vera nýr sálfræðingur að átta mig á því að svefn tengist öllum sálrænum kvillum en það var einhvern veginn enginn að sérhæfa sig í svefni þannig að ég sá líka bara mjög mikið tækifæri þar og ákvað þá bara að doktorsnámið mitt myndi snúast svefn og byrjaði þá að skoða tengsl kæfisvefns og svefnleysis og bara eftir því sem ég las meira og dýpkaði mig meira í þessu þá bara fannst mér þetta svo spennandi og skemmtilegt og fór þá að sérhæfa mig í meðferð svefnleysis og svo framvegis og hef bara ekki hætt síðan sko. Vá hvað er áhugavert. Hvar lærður þú sálfræði? Ég lærði HÍ hérna heima og síðan fór ég til Árusa í Danmörku og fór þar í master og svo kom ég hérna heima aftur og fór í doktorinn hérna heima í Háskóla Íslands en í samstarfi við Háskólann í Pennsylvania. Þannig ég var að fara þangað út líka og svona þannig að læknadeildin hérna heima sérst í Háskóla Íslands. Og hefur eitthvað unnið sem sálfræðingur eða fórstu náttúrulega bara beint í doktorinn þá eða? Já, ég reyndar vann sem sálfræðingur alveg meðfram öll doktorsnáminu mínu og vinn alveg í dag líka bara sem venjulegur sálfræðingur, ekki bara í svefni. Klínískur þá? Já, klínískur sálfræðingur, já. Svona kannski 70% af því sem ég fæ á borðtíminn er svefn, 70-80%. Já, einmitt. En svo fæ ég líka bara kvíða og þunglyndi og alls kyns lífsvandamál, en svo er það líka þannig að þú fáir einhvern inn með svefnvanda, þá ert aldrei bara að vinna með svefn. Þú ert náttúrulega að vinna bara með lífið og allt sem tengist svefni og oft er það kannski bara áföll eða andleg veikindi eða lífsbreytingar, skilnaður og fleira sem að maður er að vinna með, þannig að svefnin er aldrei neitt sem er einangrað. Nei. Vá, áhugavert. En þú ert náttúrulega 4 barna móðir. Mér finnst það svo margt. Og þú ert að segja allt þetta, þú veist, í þetta nám og svefn, gast þú okkar sofið? Já, einmitt. Sko, ég hef alveg haft mín svefnleysu tímabil, sko, það er svo magnað því þegar ég er að byrja í doktorsnáminu mínu og byrja að stúdera svefn, þá voru við ennþá svona að hetjuvæga það að sofa lítið. Okkur þótti kúl að sofa lítið. Það voru fyrirsagnir, þú veist, þar bara 5 tíma svefn og athafna fólk og allt þetta. Og það var mjög magna bara þegar ég er lítil stelpa, amma mín var rosalega upptekin af svefni og nafna mín og amma mín og hún var alltaf einhvern veginn að tala að maður þyrfti að sofa fyrir heilbrigð og heilsu og þetta var svona, hún var eina sem var að tala þetta sem ég vissi því að þarna var einmitt bara viðhorfið alls ekki þannig ég hef alltaf verið svolítið heilat veginn að því að svefn skipti máli og það kannski var líka til þess að ég hafði svona mikinn áhuga þegar ég byrjaði að stúdera þetta þannig ég hef alltaf reynt að passa vel upp á svefnin minn en auðvitað gangi gegnum 4 meðgöngur og eiga 4 börn að það náttúrulega auðvitað upplifum að svefnlaust tímabil og ég átti hræðileg tímabil til þess að meðgöngunum mínum sérstaklega undir lokin og bara svaf ekki neitt og þannig að ég tengi alveg við hvað það getur gert og svo náttúrulega þegar börnin hafa verið veik og í tanntöku og brjóstagjöf og allt þetta þannig að maður þekkir þetta alveg sem að mæður gangi gegnum
Það nefnilega út af líka sko, út af því að núna eigum við svona frekar lítið börn, svona þannig séð. Þú veist, mér finnst maður svona komast yfir ákveðin hól núna, svona 1,5 árs, en mér finnst bara, ef maður er ekki vel sofin og sérstaklega maður verður bara eitthvað svona rugglaður eða veist, þetta er svona erfið tímabil eða veist, þetta er svona krefjandi og það er að tala þú veist, brjóstaþoku það er náttúrulega bara svefnleysi það ekki? Já, líka mér finnst líka eitt sko, við höfum ofta að tala líka það, þú veist, að það með makanum sínum og þú veist, tala það reglulega ofta ég og maki mér reglulega bara það sem ég segjum á nóttinni telst ekki með þegar maður er að vakna og veist, er eitthvað með mjög lítinn þráð algjörlega og ekki rökhugsun nei, einmitt og ég held að það sé líka svona ég held maður fatti virkilega hvað svefn skiptir miklu máli þegar maður gengur í gegnum kannski þetta tímabil já, algjörlega, ég held að maður sé ekkert að pæla í svefni þar til maður missir hann að okkur finnst þetta bara að sjálfsögða hluti að því vera til að sofa og þess vegna er það þannig að þeir sem að sofa ekki upplifa oft skilningsleysi fólk skilur þetta ekki að farðu bara að sofa hvað er þetta? Það er svæli en þetta er náttúrulega ekki þannig þegar við erum komið með alveg vanda sko. Og hefur verið að díla með við fólk sem bara næri ekki að sofa eða veist já, algjörlega og það er náttúrulega svona svefnleysi er svona það vandamál sem kemur mest inn á borðið til mín og auðvitað er náttúrulega misalvarlegt hjá fólki sumir eru bara lengi að sofna eða vakna upp og eru andvaka en svo kemur til minn fólk líka sem að sefur bara lítið sem ekkert og það náttúrulega getur haft mjög alvarlegar afleiðingar og bara á allt í daglegu lífi þannig að þetta er mismunandi hversu alvarlegt þetta er en þetta er mjög algengt að við eigum erfitt með svefn og sérstaklega ákveðnum skeiðum og auðvitað einmitt eftir barnsburð þetta er svona áhættu þáttur fyrir svefnleysi og það er þannig að þegar við eignumst barn að þá eðlileg málsins samkvæmt, þá þurfum við að rjúfa okkar eðlilega svefnmynstur. Við vöknum á nóttinni, vorum að sinna þörfum barnsins og svo á einhverju tímapunkti fer barnið að sofa heila nótt en þá gerist það mjög oft að annað foreldrið og oftar móðurinn hún er kannski föst í einhverjum vítarhring með svefnin sin, er farin að vakna alltaf upp og nær sér ekki aftur inn í eðlilegt mynstur og þetta getur kannski verið bara í gangi lengi, jafnvel svo árum skiptir ef ekkert er aðgert. Nei, einmitt. Já, þegar þú segir þetta, ég talaði þetta sko líka, ég var alltaf að vakna eftir að dóttir mér var ferðin inn í sitt herbyggi, þá var ég alltaf að vakna og ímynda mér, sko, hún var að detta úr rúminu sínu og bara eitthvað svona alls konar, þú veist, var alltaf að vakna við þessa tilfinningu, hún er vissulega hætt núna, þetta tók mig samt tíma, ég hélt hún væri inn í herbygginu, skilur, þú veist, eða þá bara hrökka við eða hvað það er, skilur, sem algjörlega. Og við vitum líka bara eins og mæður, þær sofa laust eftir að börnin þeirra fæðast og ég bara langflestar mæður tengja við þetta, þú veist, barnið þarf bara rétt að rumska og þær eru vaknaðar en það er kannski ekki eins með makan og þetta er líklega bara eitthvað líffræðilegt, ég meina við göngum með börnin og erum svona þeirra líffræðilegi caretaker fyrstu mánuðina, við erum með á brjósti og allt þetta og það virðist vera að sé bara svona ákveð að rása heilanum, jafnvel þó við séum sofandi. Þannig að það þarf rosalega lítið til að vekja okkur og þetta er líka hvað sem getur viðhaldist hjá konum. Þannig að það er alveg áhættu þáttur að eignast börn og það er mjög mikilvægt að passa upp á svefnin sinn og svo eru aðrir lífsviðburðir eða svona önnur skeið í lífinu, bara eins og breytingaskeiðið, ég meina það er bara meirhluti kvenna með svefnbanda og það er bara búið að vera ótrúlega lengi hefur það bara verið tabú að tala breytingaskeiðið. Já, mér stæla bara nýtilkomin núna. Já, bara loksins eru við að opna umræðum þetta. Og bara heilt yfir lífið eru konur 40% líklegur til að glíma við svefnleysi heldur karlar. Þannig að við erum í rosalega aukinni áhættu og það er líka þriðja vaktin, meiri streita, við erum meira í svona multitasking hugsunum, við erum líklegur til að vera í svona rumination á kvöldin og bara þetta, þú veist að þegar við erum að fara að sofa kvöldin að slökkva á huganum og ég hef svo oft verið að segja þetta við vinkonum mínar þegar ég er að útskýra þetta. Þú veist, ég hef svo marga oft til dæmis verið andvaka út af einhverju barnaafmæli sem ég er að fara að halda eða sonur minn að fara fótboltamót og hvað er búningurinn og hvað er þetta? Þetta verður aldrei komið fyrir manni minn. Nei. Þú veist, hann bara leggst á kottanum fyrir að sofa og það reddast. Þannig að þarna er bara ákveðin kynjamunur, sko. Já, 100%. Oh my god, það er svo mikið. En myndirðu þá að segja að svefn væri kannski mikilvægari fyrir konur? Getur staðfest það? Sko, ég get alltaf að sagt það að rannsóknir benda til þess að við þurfum meiri svefn. Já, meiri svefn. Já. Kannski ekki mikilvægari, en svona, já. Við þurfum meiri svefn, og mér er það einmitt sem að Kvanta kannski líka tala að þú veist, það að maðurinn minn sofi eitthvað x langt er að því stundum vaknar hann bara gett hress eftir x langar svefn og ég er bara ennþá þreytt mér líður alltaf svona eins og stundum kannski eins og maður sé svona latari eða meiri svona ekki jafn
með þetta, eða skilja. Já. En þetta bara einmitt líffræðilegu munur og við erum bara með miklu flóknara hormónakerfi og við þurfum meiri hvíld og þessi svona, eins og segi, multitasking hugsun og alls konar þættir sem eru hjá okkur sem krefjast þess að við þurfum lengri svefn og rannsóknir sýna þetta einmitt að konur þurfa lengri svefn til að vera hvíldar. Þú veist, þess að segja það bara, mér líður vel, ég vel út hvíld, að karlmenn þurfa styttri svefn til þess og konur finna líka frekar fyrir svona neikvæðum afleiðingum þess að missa svefn. Þannig að við erum líklega til þess að verða, þú veist, ofsaþreyttar eða dabrar eða viðkvæmar ef við missum svefn. Þannig að kallar vilja svona almennt þólaða betur. Þeir þóla vaktavinnu betur heldur en við. Þannig að þú veist, þó að segja sjálfsögðu einstaklingsmunur, þetta er alltaf mjög mikil einföldun, en heilt yfir er þetta svona. Og það er svona talað kannski að það sé svona meðaltali hálftíma munur á svefnþörf kynjanna. Ok. En nú erum við að tala svolítið þú veist, hvað svefn er mikilvægur. Getur þú sagt okkur svona, bara svona líffræðilega kannski, af hverju er þetta svona mikilvægt? Já, þetta er auðvitað mjög stór spurning. En það er ótrúlega margt sem er að gerast í líkama og heila þegar við sofum. Og við vitum bara í fyrsta lagi að við lifum ekki án svefns. Við lifum lengur á næringar heldur en án svefns. Þannig að þetta er lífsnauðsynlegt ástand fyrir okkur. Við erum að sjálfsögða hvíla, líkama og heila, en það eru líka opaslega mörg virkferli í gangi. Þannig að svefnin er mjög virkt ástand, jafnvel þó við séum ekki meðvituð það, séum bara sofandi. Og bæði eru frumur í líkamannum að endurnýja sig, það við erum að losa út eiturefni, það eru alls konar eiturefni sem að hlaðast upp í vöku, til dæmis í heilanum og það er svona ákveðið sogaðakerfi í heilanum, hann er eins og svampur og hann minnkar í ummáli á nóttinni þar sem hann losar út eiturefni og ef við sofum lítið þá er þessi losun ekki nægilega mikil og það hraðar á hrörnun heilans sem að getur aukið líkur á Alzheimer. Það er mikil viðgerastarfsemi sem á sér stað, við erum að endurnýja frumur í líkamannum, við erum að flokka áreiti, festa upplýsingar í minni, úrvinnsla tilfinninga, þú veist það er svo ótrúlega margt sem er að gerast í líkama og heila þegar við sofum. Þannig að svefnin er svona kannski ástand endurnýjunar, uppbyggingar og viðgerðar fyrir utan þetta bara hvíld og endurnæring sko. Það er magnað, ég vissi, út af því að núna erum við náttúrulega ég elska make-up og skincare, maður heyrir ofta að losun svona óhreinindi úr húðinni á nætunar og eitthvað, en það er eitthvað neginn svona, ég veit það ekki, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, svefnin gerir það náttúrulega og hann líka náttúrulega bústar kollagenframleiðslu og þú veist, ef við erum að hugsa húðina og fegurð og annað, þú veist, bara beauty sleep is not a myth, sko, það er bara algjörlega vitað og það er mjög... Við sjáum sko á þér, þú veist ekkert smá, húðin er bara lifandi dæmi, sko. En það eru rannsóknir sem sýna það og tekur sama einstakling sem hefur sofið 6 tíma og þú lætur fólk reytan bara, þú veist, útlitið svo tekur hann þegar hann hefur sofið 8 tíma hann er bara reytaður allt öðruvísi og þið bara þekkið alveg sjálfar þegar maður sefur illa og maður er bara hálf svona grár einhvern veginn og bara ekki eins og maður er bara ekki eins fallegur og þarna er náttúrulega húðin að endurnýja sig og kollagenframleiðslan og allt þetta þannig að svefnin er svo mikilvæg fyrir svo margt og þú veist, ef oft einhvern veginn eins og Matthew Walker orðaði í bókinni sinni, þú veist að ef við getum tekið einhverja töflu sem myndi gera okkur hamingjusamari, fallegri, orkumeiri, duglegri, verja okkur fyrir sjúkdómum og lengja lífið okkar, þú veist, myndum við ekki öll vilja taka þetta vítamíni þessa töflu og við höfum í raun og veru öll aðgengi að þessu í gegnum svefnin, af því að ef við höfum góðan svefn, þá eru það allir þessi jákvæðu eiginleikar sem að fylgja. Vák, það er magnað, oh my god, allir að fara að sofa, ég bara, en líka sko, mér finnst líka í þú veist, mér finnst líka svo áhugavert út af því að, þú veist, maður er oft svona margir eitthvað, ég ætla að vinna upp svefn, er það hægt eða? Nei, í raun og veru ekki. Þetta er ekki svona eins og banki. Það er söfnum bara skuld og borgum helgina. En að sjálfsögðu getum við þolum alveg að missa svefn tímabundið. Við erum alveg gerð fyrir það. Þannig að við þurfum ekkert að panika þó við séum að gangi gegnum einhver tímabil þar sem við sofum illa einhvern smá tíma. Við jöfnum okkur alveg á því. En það sem er kannski svona miskilningur er það að við getum bara sofið rosalega lítið á virkum dögum, svo sofum við bara meir helgina og bætum það upp þannig. Það virkar ekki svoleiðis. Við getum kannski náðu upp einhverju orku, einhverju hvíld með því að sofa meira yfir helgina en við bætum ekki upp fyrir öll þessi mikilvægu ferli sem eiga sér stað hver einustu nótt sem ég var að lýsa hérna áðan og svona öfgar í svefnmynstri er meira til þess fallið að ýta undir svefnvanda. Þannig að það er alltaf best að bara fá jafnan svefn heilt yfir og besta svefnráð sem hægt er að gefa er bara að reyna að fara að sofa svipum tíma á kvöldin, vakna svipum tíma á nóttinni, alla daga vikunar, þú veist, þannig erum við að stilla líkamsklukkuna og fá svona líkamann til að vinna með okkur þess að stuðla að sem bestum svefngæðum. Ok, það, sko, líka í þetta, heldur að sé til þá aða B-tíma?
Já, það alveg klárlega til, sko. það? Já, Okay, jú, okay. algjörlega. Vá, ég glöð að heyra þetta. Já, þetta sko fer aðeins, til dæmis við vitum það að það skiptir aðeins máli eftir aldri líka. Úlingar, þeir verða svona náttúrulegir nátthrafnar. Og þetta fylgir bara kynþroskanum að þeir byrja seinna á kvöldin að framleiða melatónín sem svona hormón sem gerir okkur syfjuð og þeim hættir til að vilja sofna seinna og vakna seinna út af líffræðilegum ástæðum. Þetta meðal annars ástæða þess að ég alltaf að berjast fyrir úlingar með sofa lengur á mótnana, fara seinna í skólan. Svo vitum við líka að svona þegar við eldumst, eignumst börn, þá kannski förum við ósjálfrátt meira inn í svona A-típu ramman og þegar við verðum ennþá eldri, þá svona færi svefntíminn okkar aðeins fram. Þannig að við getum svona kannski með venjum okkar aðeins hnika þessu til. En svo aftur á móti til einstaklingar sem eru mjög yktir í aðra áttina, mjög miklu nátthrafnar eða algjöru morgunhannar og eru bara með ákveðna genasamsetningu sem að útskýrir þetta. Það kallast klukkugen. Og þessir einstaklingar eiga mjög erfitt með að breyta takt. Já. Og ég til dæmis finn mjög oft mikið til með svona B-típum af því að samfélagið okkar algjörlega sniðað A-típunni. Vinna 8-4, fara snemma að sofa, vakna snemma. Þetta svona samfélagslega viðurkennt. Rannsóknir sýna það að A-típur fá hærri laun og auðveldar um að vinnu og alls konar. Og B-manneskjur upplifa meiri svefnvanda. Af því þær þurfa einhvern veginn að þröngva sér inn í þennan ramma, vakna snemma, mæta snemma, en ná samt ekki að sofna snemma. Þannig það getur orðið svolítið svona vesen þar, en B-manneskjur aftur á móti pluma sér líka miklu betur í vaktavinnu. Þær sækja meira þangað og vaktavinna verðist ekki hafa jafn neikvæð áhrif á B-típunar. Þannig þetta alveg flókið, en það klárlega munur á okkur. Við erum ekki öll með nákvæmlega eins klukku. Og ég mikill talsmaður þess að hafa sveigjanleika þar sem það hægt. Það ekkert endilega þannig að við vinnum best milli 8 og 4. Og sérstaklega kannski að við erum í einhverju kreatífri vinnu eða annað, þá þetta ekki bara eitthvað sem við stillum á einhverju ákveðna klukku. Þannig við þurfum svolítið að horfa á eðli vinnunar og einstaklingin sjálfan og hvernig starfsemin virkar, hvernig getum við reynt að hafa sem mestan sveigjanleika þannig að fólki líði sem best, af því þannig held ég að afkostin verði alltaf sem best, sko. Vá, það út að svo sem var í viðtali hjá okkur daginn, hún var að segja að hún getur ekki fara að sofa fyrir klukkan 2. Nei, og svo þarf hún að vakna náttúrulega og fara með krakkana sína í leikskóla og svona og hún með ljósmyndari þannig hún svona kreatív þannig og ég var með eitthvað ég ætla næsti þáttur og hlusta á svefnþáttin þannig það gott fyrir hann að heyra að hún sé ekki alveg bara algjörlega og það svona rannsóknir benda til þess að það sé oft svona listrænar típur sem eru meira og það nefnilega þannig að sko á kvöldin getur orðið mikil sköpunargleði af því að á kvöldin þá sofnar framheilin okkar og hann bara hættir að virka og framheilin jú, það nefnilega rökhugsun og skynsemi og bara hömlunar okkar þannig að bæði ef við erum kreatív þá getum við fengið stærri hugmyndir og svona, þú veist, við erum ekki með hennan sensor en líka ef við erum kvíðin að þá vaksa áhyggjur og þetta ástæða þess að við flestir tengja við það að maður getur ekki sofna út af einhverjum smávægilegum áhyggjum sem fara að vaksa mann í augum og svo næsta dag þegar maður vaknar þá bara svona, þetta ekkert mál. Vá, ég tengi svo mikið. Ég var að fara að segja, mér er svona að lýsa mér, ég algjör B-típa, sko. Að kannski ekki alveg 2 nóttina, en ég svona klálega setnipartin og einmitt upplifið bara, fyrst ekki að vinna á kvöldin, ótrúlega næst að vinna á kvöldin, en algjörlega svo því ég ætla að fara að sofa, þá bara kling og bara byrjar heilin á fullu. Einmitt. Og þetta nefnilega, þetta ótrúlega algengt að fólk tengi við þetta og mér finnst bara það að vita að rökhugsunin sofandi og þetta eru óþarfa áhyggjur, bara geta sagt þau sjálf á mig, bara ok, Erla, framheilin sofandi núna, þú díla við þetta á morgun. Já, fara að sofa bara. Það strax róar og svo getur maður líka, þú veist, sem mjög gaglegt ef maður mikið að lendi í þessu, það bara að, þú veist, taka sér, setja bara í reminder í síman klukkan 8 kvöld, setjast niður og bara aðeins að fara yfir daginn sinn, skrifa niður hvað ert að gera morgun, bara svona verkefni næstu daga, að rannsóknir sína að það verulega auðvelda mann að sofna, að taka, og þetta bara 5 mínútur, þetta er bara svona smá, smá uppgjör dagsins og plana næstu daga, þannig svolítið búin að gera daginn upp áður og leggst á kottana, því við byrjum svo ofta á þessu þegar við leggjumst á kottan, þegar við erum loksins með okkar hugsunum. Já, líka oft, sko, kærast mann oft svona eitthvað, akkur þarfst að vera að tala þetta núna? Því að þá ég oft bara, þegar maður leggjast á kottan, þá ég já, veistu, mér finnst sko, þá byrjar maður svona að hugsa og alltaf svona, já, en hvað finnst þér þetta? Það ógeðslega gott að heyra þetta sé, þú veist, stundum hausinn manns að fara með mann eitthvað bara eitthvað. Og við erum rosalega lélega að leysa vandamál á nóttinni og ég til dæmis ósammála þessari mýtu að hjón mig aldrei frá ósátt að sofa, að því ég held að sé oft gott að sofa á hlutunum og ræða svo saman næsta dag bara í róliheitum í staðin fyrir að vera að rífast í einhverju rökleysu alla nóttina.
Af því að þetta bara tími sem að heilastarfsemin ekki að vinna með okkur. Þannig að við erum bara miklu meiri tilfinningasveiflur og við segjum kannski hluti sem við sjáum eftir og hlutir horfa öðruvísi við okkur. Þannig að það betra að taka svona erfið samtöl á öðrum tímum. Einmitt. Það svo sjúklega góð punktur. Líka gott að vita það, því að það er svo mikið upplýsingu finnst mér í dag í nútíma samfélagi. Maður alltaf bara, já, en þetta, en það er gott að heyra að maður sé, veist, betra aðeins að sofa hlutunum, sko. Ég fekk að heyra þetta í þerapíu líka. Bara aldrei að rífast eða rökraða eitthvað á kvöldin. Bara aldrei. Nei. Að rökheilin sé sofandi. Og bara sama, þú veist, ekki vera að gera upp einhverja erfið vinnumál eða þú veist, eða þú veist í námi að vera að læra í erfiðasta fæinniðinu sent á kvöldin, þú veist, ekki taka all-nighter fyrir próf. Allt sem fólk ennþá að gera. Já. Bara hvað góðri, ég gerði það svo oft og svo var maður bara rugglaður, bara þegar maður vaknaði og vissi bara eiginlega minna einhvern veginn. Það svo stór hluti af námi sem á sér staði í svefni. Þú veist, þarna öll úrvinnsla af öllu sem við lærum. Þarna festu upplýsingarnir í minni og allt þetta. Þannig að góður svefn, daginn fyrir próf eða daginn fyrir erfiðan fund eða eitthvað erfitt performance svo rosalega mikilvægt, bara þannig við náum að standa okkur vel, sko. Mér finnst einmitt það oft sem maður ekki svefn þá. Já. Þegar maður eitthvað stórt að gerast. Já, það pressa. Já. En þá samt mikilvægt líka að hugsa það. Ef þú hefur sofið vel dagana áður, þá býrðu að því. Þú veist, það mjög gott að vita þá, sérstaklega sem í íþróttafólk, að því við veitum að svefn skiptir rosalega miklu máli fyrir frammistu í íþróttum og sumir fara að panika daginn fyrir keppni. Þú veist, ég get ekki sofið. En ef þú ert búin að safna vel í svefnbankann og búin að sofa rosalega vel, þá alltaf ekki bara síðasta nóttin sem skiptir máli. Það eru líka næturnar undan og er búin að vera að hvílast vel. Þannig að gott að hugsa það líka þannig. Já. Ok, það enda líka góð punktur. En hvernig ég langar svolítið að forvitnast með það, því að ég hef verið að lesa svolítið svona djúpsvefn og eitthvað og ná eitthvað x mikið af djúpsvefn og svo hitt kallast eitthvað annað væntanlega. Hvað getur þú sagt okkur, þú veist, hversu mikilvægt það og hversu langur tíma, því mér finnst það hljóma svo við náum svo stuttum tíma í djúpsvefn. Já, sko. Er það misjafnt eða? Já, sko djúpsvefnir hann meiri hjá börnum og úlingum því þau eru bara að vaxa og þroskast og þurfa meiri djúpsvefn því vöxtur og þroski gerist þá. En við förum sérst í gegnum nokkur svefnstig og þegar við förum að sofa þá byrjum við að fara inn á fyrsta svefnstig sem er bara svona mjög léttur svefn, svo dýpka svefnin aðeins og stig 3 og 4 er djúpsvefn. Og við erum hlutfallslega mest í djúpsvefni fyrri hluta nætur. Frá svona kjörtími til að fá djúpsvefn er svona frá 11 á kvöldin til 2-3 á nóttinni. Þarna er líkaminn svona líklegast til að næla sér í góðan djúpsvefn. Þannig ef við förum ekki að sofa fyrir langt undir morgun og sofum kannski til hádegis, þá erum við kannski ekki að ná þeim djúpsvefni sem við þurfum. Þannig að það skiptir máli hvenær við sofum upp á svefngæðin. Og djúpsvefnin er svefnin sem að skila okkur svona hvíldinni. Ef við fáum ekki góðan djúpsvefn, þá vöknum við bara illa endurnærð. Og það er rosalega margt sem truflar djúpsvefn í daglegu lífi. Stress, mikil skjánótkun, mikil örvun fyrir heilan, nikotín, koffín, áfengi, allt þættir sem að trufla djúpsvefn. Einmitt. Og sko svo er það draumsvefnin sem er síðan líka mjög mikilvægur, en hann er meiri undir morgun. Og hann draumsvefnin mjög sérstakar því þá er heilin rosalega virkur, okkur að dreyma mjög mikið, hjartaslæg hratt, svona grunnöndun, hraðar aukhreyfingar, en líkaminn svona eiginlega lamaður. Við getum ekki hreyft hendur og fætur og það er talið verið svona leið náttúrunnar til að hindra það að við leikum ekki út drauman okkar. Og draumsvefnin er mjög mikilvægur fyrir minni og líka fyrir svona úrvinnslu tilfinninga og fyrir svona andlegt jafnvægi. Þannig að það er svona mikilvægasti svefnin er djúpsvefn og draumsvefn og að því við spyrðum hversu mikið af þessu eigum að fá, þá er draumsvefn á að vera svona 25% af heildarsvefni og djúpsvefn svona frá 13 til 21-2% á þessu bili. Hærri kantur mjög yngra fólki, svo minnkar það þegar við eldumst, þegar við bara svona partur af því að eldast. Já. Þannig að já. En draumsvefn, nú er ég alveg bara svona, wow, hvernig þú veist, stundum vaknar maður, allavega ég og bara eitthvað svona, mér dreymdi ekki neitt, það er frekar oft og svo stundum er maður bara eitthvað náðast inn í draumnum þegar maður vaknar. Er það þá bara eitthvað svona kannski misjafnt eftir hvernig svefn maður er að fá eða, en er þetta, þarf ég alltaf að fá draumsvefn? Já, þú færð alltaf draumsvefn, þó þú munir ekki draumana þína. Þú manst draumana best ef þú vaknar upp úr draumsvefni, þá ertu líklegast til að muna það. Við gleymum flestum draumum á 5-10 sekúndum eftir að við vöknum. Ástæðan er líklega svo að það þjónar okkur með einhver tilgangi að muna svo drauma. Þú veist að því að heilin er alltaf að sortera, því hann getur ekki geymt endalaust á upplýsingum, þannig hann er alltaf að sortera hvað þarf ég að vita, hvað þarf ég að muna. Þá drauma sem við munum
eru yfirleitt draumar sem við gefum einhverja merkingu eða förum að hugsa endurtaka í huganum, veitum hvað, okkur dreymdi með þetta eða hafa eitthvað tilfellilegt gildi fyrir okkur eða eitthvað slíkt, að þeir festast í sessi af því að við byrjum að æfa þá. En yfirleitt eru draumar bara samansafna af einhverju svona, einhver hreinsun á undir meðundunni líklegast og þetta er ekkert sem við þurfum endilega að vita eða muna, en okkur dreymir öllum. En heldur eins og margir bara svona, já, dreymdi þið hérna kaktus, það merkir þetta. Er það Já, sko það er þetta er náttúrulega rosalega sér íslenskt að vera svona upptekinn af draumaráðningum. Já, ég vissi það ekki þegar ég byrjaði því ég fór að ræða við kollega mína annars þær í heiminum og fór að tala draumaráðningar og lesi drauma og fólk bara var mjög hissa. Kannski kemur þetta frá bara álfatrú og þessum, ég vissi þetta mjög fallegt, þessi falleg trú. Auðvitað hafa vísindar ekkert afsanna þetta en það er ekkert sem sannar það að draumar hafa einhverja merkingu og ég var að hlusta nýjasta podcasti á Matthew Walker og hann er ekkert að tala þetta að maður geti dreymt fyrir hlutum og hann sagði bara sko ef við hugsum bara magnið af draumum sem okkur dreymir að einn draumur tengist allt í einhverju sem gerist er bara tilviljun, skilur að öllum líkindum og svo er það líka þannig að auðvitað sko við gefum ofta einhverju ákveðna merkingu, til dæmis það að mér sé að dreyma tennuna mínu sé að brotna ég tengi það við bara það er eitthvað slæmt að fara að gerast eða eitthvað slíkt og þá er ég kannski líklegri til þess að dreyma það þegar ég er undir rosalega miklu álagi eða mér líður illa að ég er búin að gefa þessa tengingu, skilurðu. Og auðvitað tengjast draumandi mjög oft bara því sem við erum að fást við í daglegu lífi. Manni dreymir oft eitthvað svoleiðis og sérstaklega allan að ég tekja með áhyggjur þá dreymir maður ofta mitt, þú veist, þegar maður var kannski að fara í próf, þá dreymdi maður að falla eða eitthvað með börnin mín, skilur, mér dreymir ofta að ég sé búin að týna þau með eitthvað, skilur. Já, þetta er eitthvað svona áhyggjur sem maður hefur, eitthvað svona bara eitthvað ótti bara ég finna hann ekki og eitthvað svona, þannig. Já, og maður getur náttúrulega í draumum, maður getur upplifað rosalega sterkar tilfinningar, þú veist, manni dreymir að maður sé að missa eitthvað nákominn eða maður haldi framhjá eða eitthvað slíkt, þú veist, maður er alveg vakna bara í fílu, mannin sinn bara þegar maður var að dreyma, þannig að maður getur upplifað óbærslega raunverulegar aðstæður og rannsóknir benda líka til þess að við getum unnið úr áföllum í gegnum drauma sem er ótrúlega merkilegt sko. Og stundum líka geta áföll skila sér í til dæmis endurteknum martröðum og martröðar sem tengjast áfallinu og þá er ákveðin meðferð sem við notum til að vinna með slíkar martröðir. Nei, þetta kallast image rehearsal training og í rauninni snýst þetta það að þú tekur martröðina þína og þú skrifar hana niður rosalega nákvæmlega, þú veist alveg bara allt sem þú upplifðir og liti og lykt og allt scenaríóið og síðan rauninni breytur henni og býr til nýja útgáfu af martröðinni sem þú skrifar niður líka þar sem að þú veist, segjum sem svo að það væri einhverju að elta þig eða eitthvað slíkt að svo allt í henni lítur við og þá er þetta bara besti vinuðinn og þið knúsist eða eitthvað skilur, þú býr til annan endi á martröðina og síðan í rauninni æfiru á ákveðin hátt þess að nýju martröð, lest hana yfir, gera okkur svona hugleiðslu æfingar með nýju martröðinni og þú losar þig við hina, þú veist, rífur hann í tætlur, brennir hana eða eitthvað slíkt og þú gerir þetta endurtekið og það er mjög magnað, þetta hljómar ótrúlega svona einföld aðferð en þetta virkar mjög vel og ég hef gert þetta alveg með fullt af skjólstæðingum og það sem að gerist er að yfirleitt sko annarkvort heldur áfram að dreyma martröðina en hún hefur ekki sömu áhrif á þig, þú er búin að detachsaði einhvern veginn frá því eða þá að þið bara hættir að dreyma hana eða jafnvel að þú byrjar að dreyma nýju útgáfuna. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Það er magnað. Vá, þetta er svo mikið því maður heldur að draumar oft, þú veist, æskilega eins og maki manns heldur fram, já, þá er mamma alltaf eitthvað, já, þá bara merkir bara hann er svo traustur eða eitthvað, skilja. Alltaf eitthvað andstæðan og svo, þú veist, mamma er alltaf mamma mínu mjög mikið svona eitthvað lesi bolla og eitthvað sem er óslega gaman en þetta er bara fyndið, þú veist, að maður sé svona eitthvað. Já, og þetta er svo fast í manni því þú veist, það er mikið verið talað um þetta kringum mig og tengdamamma mér les mikið í drauma og ef manni dreymdi sko rottur eða nagdýr, þú veist, þá var alltaf einhver að tala illa um hann. Já, og ég er ennþá svona, ef mér dreymir þá er ég bara guð, þú veist, skilur en líklega stæði lítið til í þessu. Einmitt, bóka fyndið. Það er líka svo gott að vita því að stundum emmarlega dreymir manni eitthvað svakalegt og maður heldur. Ég hef oft vaknað bara grátandi, sko. Já, einmitt. Alveg bara virkilega, og ég finn, og ég sver ég bara, hvar, og maður það er svo vont, sko. Já, það er sýkilegt. En ég er mér svolítið magnað að heyra, þú veist, að tala um að vinna í áföllum og eitthvað, þá getur maður kannski líka horta svolítið öðruvísi, að það er kannski eitthvað
sem líkaminn bara sjálfkrafa að gera Já, á þess að nefnilega. maður veit að því. Algjörlega. Og svo náttúrulega til alls konar með draumana og draumar auðvitað eru, þú veist, ég held að við möttum að læra rosa mikið drauma ennþá. Rannsóknir eru ekkert komnar óbærslega langt á veg. Vísindamönnum ber ekkert alveg saman til dæmis bara tilgang drauma og fleira. En það ýmislegt til eins og líka bara svona lucid dreaming, þú veist, það til, þú veist, fólk getur þjálfað sig upp í að ná stjórn á draumunum sínum og komast inn í draumana sína og fleira, þannig að það er alls konar til í þessu. Það magna, en sko út af því vorum að tala svefnleysi, getur sagt okkur líka, við erum kannski búin að fara í þetta, en svona áhrif líka bara svefnleysis yfir höfu, ef fólk myndi ekki sofa bara. Já, eða líka kannski bara einhver ráð, þú veist, eins og til dæmis við erum alltaf með mömmulífs podcast og bara marga mömmur að hlusta og sem eru sumar og eða þá bara svo við höfum verið með unga börn. Er eitthvað svona sem að maður getur gert eða er þetta bara svona Já, sko það er alveg fullt sem maður getur gert, þú veist, þetta er alveg flókið, þetta er alveg samspil ótrúlega margra þátta sem að hafa áhrif á svefniðin og auðvitað er það þannig þegar við erum með lítil unga börn að þá munum við sofa verr, þú veist, það bara er eiginlega gefið og ég las einhvern tímann rannsókn, ég man ekki hvert foreldri er meðaltal að missa marga daga af svefni á fyrsta ári barnsins, mér minnir að hafa verið 28 dagar eða eitthvað, það var alltaf mjög mikið og þannig að það er auðvitað rosalega mikilvægt að reyna að finna leiðir til þess að létta á með hvort öðru ef maður hefur kost á því eða leita í tengslaneti sitt, reyna að hvílast þegar barni hvílist og allt þetta bara fyrstu mánuðina og síðan vitum við að þú veist, streita hefur rosalega mikil áhrif á þetta, þannig að einhvers konar streitustjórnun reyna, þú veist, að koma inn einhvers konar hvíld þó þess ekki svefn, ég er mjög mikil talsmaður til þess Yoga Nidra, taka 20 mínútna Yoga Nidra æfingu getur bara jafnast á að leggja sig í 2 tíma. Já, það er bara það geggjað ráð. Komast út í hreyfingu, heilbrigður lífstíl að sjálfsögðu, þú veist, allt þetta sem við vitum, það er kannski þannig þegar við erum svefnlaus, þá förum við ofta að leita í óhallar venjur, þú veist, við sofum illa, þá keyri ég áfram á koffinni, ég kreifa meiri sykur af því ég svaf illa, þú veist, og allt þetta, þannig að þetta verður ofta einhvers konar vítarhingur, þannig að við þurfum svolítið að taka til í lífstílnum okkar og virkilega svona skoða þessa streituvalda og finna leið til að draga úr þeim, ég held að það sé svona lykilatriði og svona alltaf rútínan og allt þetta, þannig að þetta er alveg margþætt en það er hægt að vinna með svefnleysi á bara mjög árangursríkan hátt ef að fólk er mótivera til þess og tilbúið að einmitt kannski horfast í augu við þær breytingar sem við þurfum að gera á okkar umhverfi og lífstíl og venjum. Já, mér sérstaklega, ég hef svo oft átt erfitt með að sofa bara út af streit og kvíða, bara get ekki, þú veist, mér finnst það svona, oft eru margir ekki að fara bara hvíldi, ég bara geta ekki. Nei, og það er einmitt, þú veist, þeir sem glíma við svefnleysi, þú veist, þeir þekkja rosalega vel munin á því að verða þreyttur og vera syfjaður. Það er alls ekki sami hluturinn. Þú getur verið dauðþreyttur, en líkaminn er bara í svona hyperarásal ástandi, streitukerfið, taugakerfið er bara þanið og þó þú reynir að leggja þig, þá getur það ekki. Og þarna til dæmis er eins og ég nefndi á hann, Yoga Nidra er algjör bara snild þarna til að hjálpa okkur bara aðeins að lækka spennuna í taugakerfinu yfir daginn sem hjálpar okkur síðan á kvöldin. Þú veist, vera með góða kvöldrútínu. Svefnin þarf alveg sinn aðdraganda. Við getum ekki farið úr því að vera bara einhvern veginn að horfa sjónvarpið með símann í fanginu inn á TikTok og allt að gerast og heilin bara víraður og ætlast svo bara til þess að við getum lagst á kottan og sopna. Smá eins og með litlu krakkana, skilur. Maður er bara með bara það er hvað og við erum góð í það með þau en við gleymum ofta að við þurfum líka að gera þetta með okkur. Það er sjúklega góð punktur. En að þú nefndi koffín, maður spyrja þú, hvað áhrif, hver er þín skoðun á koffíni Já, sko koffín eru þetta örvandi efni og hefur áhrif á svefni, við vitum það alveg og rannsóknin sína það bara mjög svart og hvítu. Við erum að sjálfsögðu misviðkvæm fyrir koffíni, þolum það misvel. Almennt séð þá er helmingunartími koffíns mjög langur, þannig að koffín er lengi að fara úr líkamannum og þess vegna er ekki mælt með koffíni eftir klukkan 2 á daginn. Eftir klukkan 2? Já. Ok. Og ég veit vel að margir geta alveg fengið sér koffín og sofnað. En rannsóknir sína það að þú ert að fara lélegri svefngæði, þú ert að fara minni djúpsvefn og það er einmitt svefnin sem skilar okkur hvíldin og endurnæringunni. Þannig að við ættum heilt yfir að reyna að forðast koffín eftir klukkan 2 bara til þess að fá góðan svefn. Ég hef oft bara fengið með kaffi og bara, ég er alveg svakal. En líka mér sérstaklega áður ég átti börn, þá var ég mitt svolítið bara, ég svaf bara 4 tíma og bara keyrði mig og svo eftir ég á börn, þá náttúrulega bara þá krassa maður ennþá meira og þá einmitt fær maður sér meira
kaffi kannski, skilur. Einmitt, þetta verður þessi vítahringur. Já, sko. þetta er svona trikki. Og svo það líka bara, þegar við sofum illa, þá bara brenglast hormónstarfsemin okkar og sérstaklega til dæmis hungurhormónin, leptín og grelín, þannig að þegar við erum illa sofin, þá fyrir líka mann að kalla á svona skyndiorku og við kreifum bara allt öðruvísi. Við fyrir að kreifa sykur, einföld kolvetni, fituríkt fæði og við erum hormónin sem að stýra settunni, sem að láta okkur vita þegar við erum búin að borða nóg að þau bælast. Þannig að við erum að innbyrja miklu fleiri hitaeiningar og þessum til dæmis rosalega sterkt samband á milli þess að sofa lítið og verið yfirþyngd. Þannig að, og oft er fólk kannski búið að hamast í ræktinni og reyna bara skilur ekki neitt af hverju það næri ekki að léttast, en það verða kannski akkurat þetta, ég er ekki að sofa nóg. Mér finnst það líka áhugavert því að við fengum líka Gerðu til okkur InShape og hún er nefnilega líka búin að tala fyrir því að þú veist, að við erum ekki endilega kannski bara hamast í rækt, eða skilja að margir kannski með það að fara kannski bara í 2 tíma á dag og vera bara frekar, já eins og það sé að frekar að pæla líka í svefnum, fara frekar bara út að labba, vera meira svona og ekki fórna svefninum fyrir æfingu, þú veist, það þarf að vera svona heildræn nálgun á þetta og líka bara þetta, þú veist, það eru 24 tímar í sólarhringnum og við erum, þú veist, að vinna og með heimili og alls konar þætti sem við viljum gera, við viljum mæta í ræktina og hitta vini og sinna félagslífinu. En ef við gefum okkur ekki þennan tíma, 7-9 tíma sólarhring fyrir svefnin okkar, ef við forgangsröðum honum ekki, þá erum við alltaf að fara að borga skattinn einhvers staðar. Meiri kvíði, verri heilsa, lagari framleiðni, þú veist, það kemur alltaf einhvers staðar í bakið á okkur, þannig að þetta er svo mikilvægt. Og þess vegna er ég mjög ána með þessa vitundavakningu sem hefur átt í staðum svefn, við erum almennt svona meðvitaðir það, en á sama tíma erum að bara að sjá einhverja greinar 5 AM Club og alls konar eitthvað svona, þú veist, og þetta er svo röng skilaboð sem er verið að senda okkur. Það er bara ógeðslega mikil streita í samfélaginu. Það er bara ótrúlega mikil hraði. Sérstaklega maður sér það bara í ungum konum. Þú veist, það er óbúslega mikla kröfur. Þú bara vera allstaðar og fullkomin á öllum sviðum og allt þetta. Og þú bara einhvern veginn klípur á svefninu þínum til þess að gera þetta allt og svo krössum við. Og ég meina, við erum að sjá, ef við horfum bara á þær sem fara í kulnun, þú veist, og leita til virk, þetta eru 70% konur. Og helming af ungum konum í dag finnur fyrir mikill streitu í daglegu lífi. Þetta er miklu að hafa hlutætildurinn á köllum. Þú veist, við verðum að horfast í augu við þessu tölur. Þetta er ekkert eðlilegt, skilur. Þannig að samfélagi þarf einhvern veginn að taka tillit til þess og við sjálfar aðeins að gefa okkur slaka og minnka kröfurnar á okkur og einmitt, leyfa okkur að hvíla okkur og leyfa okkur að forgangsraða því líka, sko. Og finna kannski líka hvað hentar þér, skilur. Ég til dæmis hef alveg bara svona fundið að ég er ekki að fara að vakna klukkan 6 til að fara í ræktina, skilur. Af því það bara henta mér rosalega illa, þú veist, ég funkar ekki þannig, frekar að senka því og þú veist, eða hvað það er að finna einhvern veginn hvað virkar fyrir sig, og mér var svolítið áhugavert það sem hún sagði áðan með unglinga, að því að þú veist, það er, þú veist, ég man alveg eftir að líða illa yfir því hversu erfitt mér fannst að vakna, skilur, og ég get ímyndað mér að sérstaklega að bara börnum í dag líði þannig, skilur, þú veist, algjörlega. Og heyra þið segja að einmitt bara að þau mæti seinna í skólan, mér finnst það bara frábær lausn. Já, og það er núna í Reykjavík, eru unglingar í haust að fara að mæta seinna í skólan eftir rannsókn sem við gerðum. Já, er það? Já, nú mæta þau í fyrsta lagi 9:10, voru að mæta sum 8:10, að því við gerðum rannsókn. Það var eitt skóli sem prófaði að senka og við gerðum fullt af mælingum og þá kom bara í ljós að börnin sváfu lengur, þeim leið betur, þau voru ánægri, kennararnir voru ánægri, þú veist, bara algjör no-brainer að gera þetta. Þannig að sem betur fer þetta komið í Reykjavík og ég vona bara önnur sveitafélög fylgja og eftir. Já, geggjað til hamingju með það. Já, geggjað sko. Já, ég hef bara þurft hann, af því mér fannst þetta svo magnað þegar þú sagðir þetta, því hugsaðist. Ég man eftir bara svo, maður bara gæti sofið endalaust. Og svo áttur að mæta 8:10 alltaf. Já, mér fannst svo erfitt að mæta í menntaskóla, sko. Og maður bara ef það var, þú veist, gat í fyrsta tíma þá var það bara himnasending, sko, þú veist, og maður, þú veist, ég finn bara ef ég fæ einmitt meir svefn, þá bara vinn ég betur og hvort sem að ég var úlingur þá lærði maður betur eða hvað það skilju og bara var frábært. Já, þetta er ótrúlega jákvætt skref, sko. Já, mér finnst það geggjað. En mér finnst líka svo áhvert með eins og skjáina, núna eru allir með, og það svo fyndi, ég horfði sko eins á eitthvað innlit útlit með annarkvort þér eða mannininum og þá varst þú í námi og þá sagði hann eitthvað, ég man ekki, það var eitthvað að vera að skoða svefningi og þá var eitthvað svona, já, má ekki kveikja samt á þessu sjónvarpi. Og ég man, ég horfði þetta, ég var alveg, what, akkur ekki. Og þá var þetta, skilur, þá voru ekkert komnið svona mikið að skjám í símum. En ég man alltaf eftir þessu atriði og ég man alveg svona,
býttu, okkur megðu ekki horfa á sjónvarpið, þú veist, þannig, mér langar svo að vita af hverju, þú veist, má ekki svona skjár og svona. Sko bæði er það náttúrulega birtan frá skjátækjum. Var það inn í svefnherberginu? Það var inn í svefnherberginu, okay. Já. Þannig að já, hann örugglega sagt þetta bara mín vegna. Í svefninum, já. En allavega, já, að því bæði er það bara birtan frá skjátækjunum sem að truflar melatoninframleiðslu. Að því við viljum hafa myrkur á kvöldin til að við byrjum að framleiða melatonin sem auðveldar okkur að sofna. Og núna til dæmis hásumar og ótrúlega mikil birta og margir finna örugglega fyrir því að það er erfiðara einhvern veginn að sofna á kvöldin og það er ósa mikilvægt að dimma í kringum sig, bara vera með sólgleru ef við erum úti á kvöldin og takmarka skjábirtuna. En annars verður það birtan og síðan hins verður það bara áreitið. Þú veist, hvað erum við að gera í skjátækjum? Þú veist, ef við erum inn á samfélagsmiðlum og ég tala nú ekki þú veist, TikTok eða einhverju slíku sem er opbáslega svona ört áreiti sem er bara að halda heilan rosa víruðum og heilin þarf bara að ná að gíra sig niður til þess að við getum sofnað. Þannig að við þurfum að gefa okkur, myndi ég segja allavega klukkutíma án slíkra áreita til þess að heilin bara komist í ró og sé tilbúin til þess að fara að sofa. Já, klukkutími. Ég gera það ekki. Ég er alltaf bara, maður er alltaf bara seinasta sem er ógeðslega sorglegt, en ég bara, þú veist, það er svo mikið svona vinnu. Já, en það er ótrúlega, þú veist, ég mæli með að prófa það, því að mjög margir skjólstæðingar mínir, þú veist, sem eru með, þú veist, ungar konur og ungir strákar sem eru mikið í þessu og ég hef bara svona skorað á þau, bara taktu eina viku, prófaðu bara, klukkutími, þú veist, fyrir svefni, engin skjár og það undantekningarlaust finnur fólk fyrir betri svefni. Þú veist, ég fyrir þó þú náður að sofna, en fólk finnur bara, ég fæ meir út úr svefninum, ég hvílist betur, af því að þú veist, mögulega er þetta að trufla djúpsvefniðin sem er þarna, einmitt, fljótlega eftir að þú sofnar, þá ertu mest í djúpsvefni og ef heilin er ennþá bara frekar svona víraður, að þá nærðu ekki sömu gæðum út úr svefninum og ert kannski að vakna þreyttari. Líka maður oft dreymt bara eitthvað fólk sem ég var að skoða þegar maður er bara þessi mættir allir bara eitthvað. En mér finnst þetta sko, ég tengi við þetta með TikTok, en svo er ég get ekki verið í símanum, ég finn alveg fyrir því að ég er erfið að sofna, ég er nýbúin að vera í símanum, leggja svo frá mér en ég er nýbúin að byrja að reyna að vera með hann fyrir ekki ný svefn. Já, einmitt, þú varst að því. Það er rosa mikill munur, en ég hins vegar með sjónvarpinu í svefnherbergi og ég þurfti að gå að berjast fyrir því, því að maður verður ekki hlindu því og vill bara hafa allt svart og ná svefninu sínum, skilur, þú verður rosalega ánægð með hann, sko. en ég sem sagt á erfiðara með að sofna þegar það er hljóð, skilur, og bara alveg svart, því þá byrjar hausinn á mér að fasta. Þannig að ég er alltaf að endurhorfa sem sagt á þætti bara eins og Friends eða eitthvað, ég veit ekki, við örugglega heyrti þetta á þér. Já, mjög margir sem ég veist að sjálf sofna við Friends að tímabili, sko. Já, en þú veist, ég gæti náttúrulega sagt þér hvað hann segir næst, skilur. Já, einmitt. Og þannig að fyrir mér er það svona meira svona, já, þau eru bara eitthvað að spjalla og ég sofna við það og það slekkur á mínum hugsunum. Algjörlega, og það er alveg, þú veist, og auðvitað er þetta misjafnt, þú ert bara kannski búin að búa til þessa tengingu, þetta bara róar þig og hjálpar þér að sofna. Er það þá allt í lagi? Og í rauninni er það kannski allt í lagi, sko, það er nokkur hlutir í þessu, bæði náttúrulega, þú veist, hversu nálægt er sjónvarpið og hversu mikið birt er af því, það truflar náttúrulega, alveg klárlega, og slekkur það á sér, þú veist, við viljum alls ekki að sé í gangi áfram, það skiptir máli. Þú veist, ég er kannski myndi meira mæla með því bara kveikja hljóðbók, þú veist, einhver podcasti eða eitthvað slíkt. Ekki þú sofnar út frá því og það er bara með timer. Að þú veist, það getur alveg hjálpa okkur sérstaklega þeir sem eru með svona virkan huga og finna það bara að hausinn fer á milljón. Að þá getur það hjálpa rosa mikið að bara kveikja á einhverju og það er til dæmis podcast sem heitir Sleep With Me sem er sérstaklega fyrir fólk til að hjálpa mann að sofna og það er svona maður sem er að lesa svona leiðilega sögur í svona eintóna rödd og bara svona eitthvað sem maður heldur einhverjum þræði en er bara þarna einhvern veginn, þú veist, og rosa margir sem nota það, þú veist, það er eftir einhverju milljónir sem hlusta á hvern þátt sem hann gefur út, þannig að, en bara eitthvað og það er gott að maður velja sér eitthvað sem er ekki, þú veist, ekki fara að velja einhverja spennusögu þar sem hún vilt endilega heyra, þú veist, eitthvað sem hún hlusta á áður eða eins og segir, eins og Friends. Ekki eitthvað morð, bara, ég var eins og hlusta á það er hræðilegt. Ekki rétt fyrir sig. Nei. En ég líka, ég þarf alltaf að hlusta og líka að gera vinna, þá þarf ég alltaf að vera með eitthvað eyranu svo ég innbyði mér. Líka, þú veist, ekki að fara að sofa á eitthvað. Já, einmitt. Svo er þetta líka bara hvað venju okkur á. Já, ég veit það. Svo er þetta líka á hann. Ég heyra þið segja þetta. Ég var alveg vissum að ég myndi nefna það og hún er bara, já, nei. Stopp. En ég er einmitt með sko bara læstu stillinguna í brightnessinu og setja hálftíma timer. Já, einmitt. Þá sleppur þetta alveg til. Þá er þetta meira bara af því að, þetta er sko ég er bara búin að uppgöta þetta bara hugleysla fyrir mig, af því að mig kvíðir annars fyrir að leggjast niður, þú veist,
ég fæ sér alveg bara svona Algjörlega. smá kvíða fyrir og ég meina sko. ef þetta að hjálpa þér og róa þig og þú sofnar þá myndi ég Þá er þetta bara- og ef þetta truflar ekki manniðin meir en þetta skilur ég maður næra að sofna Ég er spennt að fara heim með þessar upplýsingar. En en mér langaði líka út af því að þú ert með fyrirtæki bara svona rétt svo því við eiginlega skautum með það. Betri svefn, okkur langar svo mikið að vita hvað það er. Já, einmitt, Betri svefn er fyrirtæki sem ég er búin að vera að reka síðan 2013 og er bara svona lítið svefnklinik í rauninni. Við erum að bara greina svefnvandamál og veita meðferði svefnvandamálum, bæði einstaklingsmeðferðir og hópnámskeið og við erum líka farin í fyrirtæki og fræða svefn og fleira. Og við vorum að gefa út app sem að heitir C-Sleep og er bara fyrir konur. Já, til hamingju. Ég var með, við erum líka með það hér. Ég er spennt líka að heyra frá því, sko. Já, þetta er nefnilega, þetta er fyrsta svefnapp í heiminum sem er bara fyrir konur, þannig að það er ótrúlega skemmtilegt. Og ástæðan fyrir ég fer í þetta verkefni er bara eins og ég nefndi aðan, konur bara miklu fleiri áskoranir og bara hormónabreitingar, tíðarhringurinn, barneignir, allt þetta, þú veist, við erum svolítið að reyna að taka á öllu þessu í þessu appi, þannig að við erum með meðferð við svefnvanda fyrir konur þarna inni, við erum með þú veist svona tíðarhringstracker sem þú getur skoða tengt svefniðinum, þú veist hvaða áhrif eru hormónin að hafa á þig, við erum með rosa mikið af fræðslu, þú veist fyrir konur og þú veist líka mitt fyrir nýbakaða mæður og meðgöngu og breytingaskeið og allt þetta, jóga nýdra æfingar bæði til að hlusta á kvöldin og yfir daginn, alls konar öndunar og slökunaræfingar og bara rosa mikið af flottu efni sem við erum með þarna inni og við erum með podcast líka þar sem við erum að, þú veist, ég er að ræða við alls konar sérfræðinga kvenheilsu og alls konar þætti tengt svefni, þannig að þetta er ótrúlega spennandi verkefni og við erum bara á leiðinni útrás með þetta. Oh my god! Verða bara fara inn í Skandinavíu og svo bara vonandi að global, sko. Já, til hamingju með þetta. Þetta er líka bara, mér er svo gaman líka bara hvað það er núna orðið mikið svona bara áfram kon, eða það er svo mikið umræðin núna og líka með eins og við fengum Silvi vinkuna eina að tala hormónakerfið og þetta er eitthvað svo mikilvægt að maður bara svona... Þetta er bara ótrúlega mikilvægt og við, þú veist, bara skilja hormónakerfið okkar og skilja tíðarhringin og allt þetta, þú veist, ég bara var orðin alltaf gömul þegar ég fór að læra þetta og skilja þetta, sko, þannig að mér er bara svo mikilvægt að ungar konur bara fatta þetta strax og maður átti sig á því bara hvar ég stötti tíðarhringnum, já, þá skil ég betur af hverju líður mér svona, þú veist, hvernig ætti ég að haga deginu mínum og allt þetta skilur og getur maður bara að downloada þessu appi núna, þú veist, er það bara, það er komið, C-Sleep, setja líka kannski á grammið. Já, þú veist, bara klálega, sko, ég er bara að downloada Já, ég er líka út af því að núna er ég svo mikið peppa að fara að pæla aðeins því að eins og þú sagðir áðan, þú veist, maður tekur smá svefni sem sjálfsögum hlut og ég held að maður svona hafi gert það mjög lengi, sko. Það er það, sko, og það er líka, þú veist, eins og til dæmis bara eins og ég í þessu appi, þá getur þú mjög auðveldlega, sko, skráðsvefniðin og svona daglega venjur, þú veist, koffíneysluna þína og allt bara sem þú ert að gera og appi les það og gefur þér feedback út frá þinni skráningu, þannig að þú veist, hann segir, heyru, þú ert að drekka of seint koffín eða þú ert of oft, þú veist, í viku að fá þér áfengi eða þú ættir að hreyfa þig meira eða eitthvað slíkt, þannig að maður getur svona svolítið fengið smá svona ráð út frá sínum svefni og sínum lífstíl, þú veist, þeim eru ótrúlega góða byrjunarpunktur ef maður er kannski svona með einhvern svefnvanda, maður er kannski ekki alveg komin þangað að panta sér tíma hjá sálfræðingi eða svefnráðgjafa, en maður getur byrjað sjálfur, þú veist, þeim er ótrúlega mikilvægt að því að það er svo margt sem við getum sjálfar gert til þess að fá betri svefn og það er bara sorglegt að fólk fari í gegnum löng tímabil lífsins án svefns af því að neikvæða afleiðingar eru svo ótrúlega mikilvægar og sem margvíslegar. Já. Mér finnst líka svona, mér finnst svo margir oft bara eitthvað, það er kannski orðið minna núna, en það var eins og sagði ráðan, svo töffa, svo ekki neitt og svo maður ofta að hlusta eitthvað bara, þú veist, og svo er ofta verið að, þú veist, gera grín eins og einhver uppistandir að var með kæfisvefn og svo margt svona, svo er þetta bara ótrúlega alvarlegt, eða skilja að vera, skilja að fá ekki svefn, sko. Það er ekkert grín að svo ekki, sko. Þannig, ég held að þetta sé líka svolítið, kannski, mömmur okkar, þú veist, þeirra kynnsla og kannski svolítið svona, og ég man samt eftir þegar ég var lítil eða yngri, kannski svona úlingsárin, skilur, þá var bara, já, ég svaf í 4 tíma og ég er samt búin að gera þetta. Akkurat. Skilur, en þú... Já, svona ofurkonu, eða svona bara, ég er búin að græða þetta allt. En reynda, sko, mamma mín hún er svaka, hún bara, fyrir snemma að sofa, það er bara ókslega mikið að sefur alltaf segir mér bara, Guðrún, farðu snemma að sofa, því hún bara fyrir svo klukkan 9 og vakna 9 og sefur út og...
þú veist, þessi ofurkonu stimpill og svo oft sagt söguna af Arianne Huffington að hún, þú veist, var náttúrulega í svona í elitinu í New York og var með Huffington Post og var eina af þessum sem bara, þú veist, segist svo 4-5 tíma og bara, þú veist, fara í ræktina og senda 100 e-mail og allt fyrir klukkan 6 á mótnana og allt þetta og svo gerist það fyrir hana fyrir einhverjum 10 árum síðan og hún bara á skrifstofunni hjá sér að vinna og hún veit bara ekki fyrir hún vaknar í blóðpolli á gólfinu, kjálkabrotin, að hún bara dotti fram á skrifborðið og bara rótast hann á gólfinu og læknir kemur til hennar og í rauninni gefur henni bara þá greiningu og hún sé að drepa sig á svefnleysi. Wow. Og hún bara, þú veist, fær bara algjört wake-up call og gerir algjörða uppbeygju í lífinu og bara eina sem hún gerði var bara, hún sagði bara svefni nummer 1 og ég bara sef alltaf 8 tíma og hún gekk svo langt að hún vinnur ekki með fólki sem ekki sefur eða forgangsraða svefninu sínum og hún sagði bara, þú veist, ég hef aldrei afkastað meira, mér er aldrei liðið betur og hún er, þú veist, hún er með geggja TED Talk þetta og skrifaði bók sem heitir Sleep Revolution og hefur bara, þú veist, hún var bara svona svefn ambassador eftir að hafa verið bara alla sína ævi bara, þú veist, ég þarf ekki svefn, þú veist, ég bara held áfram og allt þetta, svo bara það ekki þannig. Þú krassar einhvern tíma, sko. Og það er áhugavert. En já, mér langar svo mikið að vita, þú hefur búin að nefna nokkra bækur núna. Já. Þú veist, hverju mælur með? Og mælur með að lesa þessu svefn, það er alltaf leið. Já, algjörlega, ég mælu með því. Það er oft bara svona gott að aftengja sig frá deginum og aðeins að slaka á og lesa nokkra blaðsíður, algjörlega. Sko, ef við erum að tala um bækur svefn, að þá mæli ég með Matthew Walker, Why We Sleep, frábær bók og síðan Arianne Huffington, Sleep Revolution, hún er æðisleg líka. Ég gaf út bók sem heitir Svefn, 2017 og hún er bara svona almennt svefn og svefnsjúkdóma og leiðir til úrbóta og fleira bara svona á mannamáli skrifið fyrir almenning og svo gaf ég út barnabók sem heitir Svefnfiðrildin fyrir nokkrum árum síðan líka. Já, sem er svolítið skemmtileg. Hún er svona að tala svefn í svona, á svona jákvæðan og uppbyggilegan hátt og gera svefn svolítið svona spennandi fyrir börnin af því að það er ótrúlega magnað ef maður pælir í því hvernig við tölum svefn kringum börn og sko flestum börnum er leiðilegt að sofa og af hverju er það? Þú veist, við gerum það að vaka mjög spennandi, svona ómeðvitað, þú veist, það er kósí kvöld í kvöld, þú mátt vaka ekstra lengi, áramótin er svo spennandi því þá má ég vaka og það eru haldin vökumaraþon í félagsmiðstöðum þar sem börn koma saman og vaka alla nóttina en svo maður bara, en ef þú ert óþekk þá ferðu beint að sofa. Þú veist, þannig að svefnin er einhvern veginn svona refsing og þessi bók var svolítið svona, þegar yngsti minn var 5 ára þá skrifuðu hann svolítið svona saman þegar ég var svolítið að kenna honum af hverju verið gott að sofa og svona og það er líka svona vinnubók með þú veist það sem maður getur verið að setja jákvæð markmið og fá límið eða ef maður tekst að sofa í sínu rúmi eða eitthvað slíkt, þannig að þetta er svona allavega einhverja bækur sem að Er þetta að kaupa þessa barnabók bara í pennanum? Já, bara í öllum bókabúðum. Heyrðu, vant að fara að beint að kaupa hana? Ég nefnilega út af því að mér stóttir mín, hún er með 4 ára, hún er að detta svona Já, þetta er akkurat alveg bara, það er glata að fara að sofa og bara, viltu vaka lengur eða hún segir ekki glata en hún er svona mér lengur að vaka lengur og eitthvað svoleiðis eða segir eitthvað, ég get bara ekki loka augun mamma, ég bara geta ekki þannig ég ætla að prófa þetta hljóma líka vel sko, ótrúlega krútlegur titill líka. Já, þetta er svona skemmtilegt sko, þetta er svona Mér langar að spyrja það einu að því við vorum að tala tíðarhringinn og hormónakerfi á konum og svona er svefn meiri þú veist, er hann mikilvægari á að því hún Silvía sagði okkur þetta eru svona 4 sveiflur sem að við erum í og er svefnin meira mikilvægur á einhverjum ákveðnum sveiflum eða? Sko, ég myndi segja að svefnin er alltaf mikilvægur en það fer aðeins eftir þessu, ég er einmitt svona, ég tala alltaf þetta út frá ástíðunum, svona innri ástíðir sko, þannig að blæðingarnar eru svona okkar innri vetur, þú veist, þarna eru all hormónin í lágmarki, það er minni orka, við erum þreyttari, þriðjungur kvenna sefur ver á blæðingum, þannig að þarna þurfum við að forgangsraða hvíld og svefni, við vitum það að við erum í svona mjög aktífum æfingum, að við erum líklega til þess að slíta liðbönd og annað á þessum tíma, það er allt svona aðeins mýgra, þannig að þarna þurfum við svolítið að passa upp á orkun okkar og síðan eftir að þessi innri vetur klárast að þá förum við inn á það sem ég kalla innra vor, þegar estrogeni fyrir að rísa, þá verðum við orkumeiri og þá eftir svefnþörfin aðeins minni, þú veist, við erum einhvern veginn, við erum meira skapandi, við erum meira út á við og okkur svona líður aðeins betur og svo í kringum egglos að þá er orkanivildið í hámarki, af því að þá er estrogeni í hámarki og þá erum við á þessu innra sumri og þá eru sumar konur sem finna fyrir minni svefnþörf, jafnvel líka sumar sem finna fyrir erfiðleikum við að sofna af því þú ert orkumeiri, en síðan svefnvandinn eiginlega mestur
fyrir blæðingar. Þar mest svona hormóna ójafnvægi. Þar fellir estrogenið, prógesteron fer að rísa, þarna eru við ofta aðeins næmari, jafnvel viðkvæmari, getur verið meiri pirringur, svona fyrirtíðuspennu einkenni og þarna lang algengast að konur finni fyrir því að það erfiðar að sofna, svefninni slitróttur, þannig að þarna líka rosalega mikilvægt að sýna sér svolítið sjálfsmildi, forgangsraða svefn og hvíld og skilja kannski aðeins betur og þess vegna svo mikilvægt finnst mér að fylgjast með tíðarhringnum og lærin á þessu hormón og skilja hvað áhrif þetta hefur á þessu grunnþætti, bara matarlist, hreyfingu, orku, svefn, kynhvöt, allt þetta. Þannig að maður fatta aðeins bara af hverju líður mér svona núna, af hverju er ég alltaf svefnlaus eitthvað, á einhverjum ákveðnum tímum. Kannski það út af þessu, þá getur maður svona aðeins skilið það betur og sýnt sér aðeins meira umburðarlyndi. Þannig að það kannski, ég myndi ekki að segja að hann væri mikilvægur á ákveðnum tímum, en hann breytist klárlega og það líka mjög áhugavert að með dagana fyrir blæðingar þá er minni REM-svefn eða draumsvefn og draumsvefnin einmitt svo mikilvægur fyrir andlegt jafnvægi og úrvinnslu tilfinninga og fleira og það kannski skýrir það einhver leyti að sumar konur finna fyrir meira ójafnvægi svona tilfinningalega. Ok, áhugavert. Mér finnst einmitt, það vikan fyrir túr sem maður svolítið. Já, og svo er eiginlega bara svona, mér finnst það líka bara svona eftir maður, eins og segir, eftir maður meðvitaður þetta, eftir einmitt að Silvía kom þá var maður svona, fór maður, skrá í appið og eitthvað og þá maður meira svona, maður skilur kannski að sína sér aðeins meira mildi og líka með, ég ætla alveg klálega að fara aðeins að passa svefnum betur þótt mér finnst ég gera það en ég held ég gera það ekki, ég held að maður sé alveg svona, geti gert miklu betur eitthvað. Já, maður getur yfirleitt alltaf bætt sig á einhvern sviðum, maður er kannski með þetta alveg 70-80% en og þetta líka oft þannig, maður veit hvað maður á að vera að gera en maður ekki alltaf að fylgja því. Sko, mér finnst það einmitt, ég veit að ég á ekki að vera frammi í símanum að skrolla, skilur, ég veit svona, nú ætti ég að fara að færa mig yfir. Einmitt. En maður stoppar samt ekki, skilur, svona, en það er gott að fá smá bara svona eins og allt sem þú ert búin að segja núna, sko, ég á eftir að vera bara ég á eftir að hlusta þetta átti en líka bara, þessin en maður oft, en eins og með unga börn og eitthvað, við erum bara að spyrja ég er bara að pæla með börn og eitthvað, þegar maður er alltaf að passa upp á svefni þeirra, er það ekki bara sama þau eða eru þau svona börn svona ég veit það ekki, svona þurfa þau ekki líka maður er alltaf að passa upp á svefnrútína þeirra ekki mikið að þau fáið 12 tíma svefn eða skilur. Jú, það auðvitað mismunandi bara hversu gömul þau fyrstu 3 mánuðina þá þarf maður svolítið bara að fylgja takt í barsins en svo fer þetta að komast í takt og það skiptir rosa miklu máli hvenær eru daglúrarnir teknir hvað líður langt frá seinni lúr fram að háttatíma og fleira og það skiptir þetta mjög miklu máli að gera góðan greinamun og deg og nótt hjá börnum og auðvitað að styrkja dægursveifluna og koma upp með ákveðna rútínu og kenna börnum að sofna sjálf og svo framvegis. Þannig að það er ótrúlega að mörg að huga þar en ég er svo sem ekki að vinna með börnum, þannig ég er ekkert sérfræðingur endurlega í svefni barna en það er auðvitað mjög mikilvægt og sérstaklega bara byrja strax á því og ég fann það bara eins og þegar ég er bara 21 árs þegar ég eignast minn elsta strák og var ekkert að pæla í þessu og var alltaf einhvern veginn bara svæfan og var bara komin í algjörðan vítarhring með þetta bara tók allt kvöldið einhvern veginn og hann bara stýrði heimilinu, og svo bara, þegar aftur mútið ég eignast elsta strákið minn, er ég í doktorsnámi og bara búin að læra mjög mikið svefnin og svona, það er bara svo allt annað af því maður byrjaði bara strax að vinna með þetta á réttan hátt kenna honum að sofna sjálfur og ekki alltaf að hlaupa við þó hann rumskað aðeins eða hreyfði sér, það er bara eðlilegt líka og svona, og það er bara aldrei vesen, þannig að það er ótrúlega mikilvægt að kynna sér þetta vel og bæði bókinin Örnu Skúla Draumalandi hún var allavega svona alveg biblía fyrir mig þegar ég var með mín börn lítil og svo er hún svo að borða elska á Instagram æðislega líka, þannig að ég hvet bara ungar mæður til þess að kynna sér þetta vel og vinna með þetta bara svolítið frá upphafi það er þetta miklu auðveldra Já, það er ógeðslega gott að fara bara strax í þetta ég er alveg svona vítarhring þannig að ég var það var eitthvað sem ég var alveg bara svona ætlaði að gera bara frá byrjun en svo náttúrulega eru þau öll svo misjöfn og maður allir að reyna sitt besta svo koma tímabil, handtaka og kveisur er þetta ekki allt svolítið tímabil? Mér finnst þetta allt komið í tímabil og ég held með allt, við megum heldur ekki setja of mikla pressu á okkur, þetta á ekkert alltaf að vera fullkomið og alveg sem er svefnin
það alveg eðlilegt að við sofum stundum illa og ég fannst stundum mögulega spurninguna bara, svefninn þinn bara alltaf upp á 10? Bara nei, alls ekki, skilur, ég bara oft andvaka og ef ég er stressuð eða eitthvað og stundum bara leyfi ég mig viljandi að vaka lengur að því ég er ekki eitthvað skemmtilegt og svona, þannig að maður þarf líka tileinka sér ákveði kæruleysi og þetta bara eins og með allt annað, þú veist, mataræði hreyfingu, maður með þetta 90% í lagi en þú veist, þá eitthvað svigrúm og og maður heldur ekki hegna sig fyrir það, sko. En hvað myndir segja að konur þurfi langan svefn? Sko, heilt yfir talið að fullorðinir þurfi svona 7-9 tíma og konur eru þá kannski meira í efri kantinum, 8-9 tímar, skilurðu. En svo þetta einstaklingsbundið og við þurfum svolítið að finna það bara hvenær líður mér best og það ekkert gott að sofa mikið heldur af því maður getur líka orðið svona þungur og þreyttur af því að sofa mikið. Maður finnur þetta ofta ágætlega þegar maður er í fríi eða eru engar kvaðir, engar skyldur, þá stillir maður sig oft af. Maður sefur oft kannski aðeins meira fyrstu daginn í fríi af því að maður er oft komin í einhverja svefnskuld en svo réttir það sig af og þá finnur maður bara, ég til dæmis, mér líður best eftir 8 tíma, maðurinn minn er 7 tíma maður, skilurðu, og ég er bara búin að læra þetta, bara 8 tímar þá er ég bara óslega góð, 7 tímar, þú veist, ég funkar alveg en ég væri alveg til að sofa meira og 9 tímar þá er ég svona, ég svafa aðeins svo lengi, þannig að maður þarf alltaf að læra inn á sig, þú veist, bara, finna hjá sér. En það, ég hef heyrt líka að það sé eitthvað svona, segjum það sé munur á því að hversu erfitt mér finnst að vakna ef ég vakna 5:08 eða 8? Er það eitthvað mínútu? Ég var að lasa eitthvað svona að það væri eitthvað svona þú myndir vakna betur ef þú myndir vakna á þessari mínútu en ekki þessari mínútu. Í rauninni kannski er þetta ekki alveg mínútu frá mínútu, þetta snýst svolítið það á hvað svefnstigi ert að vakna. Og það er best að vakna upp úr léttum svefni, þú veist, og við förum alltaf í svona svefnhringi og eins og ég var útskýra á þann að djúpsvefnin er mestur undir morgun. Nei, fyrirpart nætur meina ég og ef við erum að vakna upp á djúpsvefnin til dæmis þá erum við bara rosalega þung og þreytt og lengi að komast í gang og ein ástæða fyrir því að það er ekkert rosalega gott að snúsa of mikið er það ef við vöknum við vekjaraklukku og það er mjög líklegt að við séum í léttum svefni því hann er ríkjandi undir morgun svo snúsum við, þá erum við svolítið að byrja aftur á svefnhring, erum fljótnir í djúpsvefn svo hringi klukkan aftur eftir 10 mínútur og þá erum við kannski komin í djúpsvefn og miklu þreyttari og erfiðar að vakna. Myndir alveg ná að fara aftur í djúpsvefn á 10 mínútur? Já, þú ert alveg frekar fljótur að fara niður í djúpsvefn Þannig að ég vissi það ekki. Og sko það snúsa í, eins og margir að snúsa í hálftíma 40 mínútur, þú veist að eyða þarna rosalega stóri hlutfalli af bara samfelldum svefni, stiltu klukkuna frekar bara hálftíma seinna og farðu þá á fætur og fáðu góðan svefn í staðan fyrir að vera að snúsa og ég er til dæmis algjör aðdáandi líka þessum klukkum, þessum dagbirtuklukkum af því að það sem þær gera því þær byrja svona smám saman að lýsa upp svefnumhverfið og þegar það fer að vera bjartara í kringum okkur, þá verður svefnin okkar léttari þannig að við vöknum meira svona náttúrulega upp og ég til dæmis sjálf að því ég á svona klukku, ég er yfirleitt vöknum kannski svona 5 mínútum áður en hún hringir þannig ég er að vakna sjálf, bara eins og ég sé að vakna við sólarljós og þá er maður ekki að vakna upp á djúpsvefni eða eitthvað slíkt þá vöknum við alltaf best, það er alltaf best að vakna svona náttúrulega. Svo gaman, ég var akkurat að tala að mér langar svo í svona klukku. Já, mér langar ekki að, ég er mest í snúsan, það er hæðilegt. Þetta var svona blöytilski andliti bara. Nei, kærastur minn áttur að vera bara, oh my god, ég geti snúsa bara í 2 tíma. En þetta er svo rétt að bara stiltu freka klukkuna 40 mínútur. Þetta meikar svo mikið sens. Það færði mikið meira gæða. Já, 100%. Vá, ég er búin að læra svo mikið, en líka bara eitt líka eins og með áfengi og svefn. Þú veist, hvað finnst þér það? Sko, áfengi hefur náttúrulega ekki góð áhrif á svefn, við vitum það alveg og sumir nota áfengi til að hjálpa sér að sofa, finnst það einhvern veginn róa taugarnar eða auðvelda sér að sofa en þú borgar skattin alveg margfalt fyrir það bara í lélegri svefngæðum og við erum að fá bara það meira rof á svefnunum þegar við höfum drukkið áfengi, við fáum minni REM-svefn til dæmis, þannig að við erum að trufla gæði svefnsins og þetta er bara partur af timburmönnum og það finna það flestir að þegar þú vaknar eftir að hafa drukkið áfengi, jafnvel þú hafi sofið fulla nætursvefn, þá ertu ekki hvíldur. En ef þú ert bara búin að fá það kannski 1 glas með matnum? Sko það er mjög misjafnt hversu mikið við þurfum til þess að trufli, bara bæði eftir kynjum og stærð okkar og þoli á áfengi, hvort við drekkum vatn á eftir, hversu langur tími líður og svo framvegis. Þannig að fyrir marga truflar ekkert 1 glas með matnum, en rannsóknir sýna samt að við þurfum ótrúlega lítið magn til þess að það hafi áhrif. Og einmitt, þú veist, jafnvel 1-2 glös erum að sjá áhrif og þetta er meira hjá konum, við þurfum minna til þess að sjá neikvæð áhrif. Þannig að maður þarf svolítið að finna það hjá sjálfum sér bara og það er betra þá að láta einhvern tíma líða eftir að við erum búin að drekka áfengi áður en við förum að sofa.
þú veist, að fá okkur vatn á eftir. Einhver ekstra tími eða? Já, þú veist, ef við erum að mynda að drekka með mat og svo fyrir að sofa 3 tímum setna eða eitthvað, þú veist, þá eru kannski áhrifin miklu minni heldur en við verðum að fá okkur bara rauðvinsglas og leggjum svo á kottan, sko. Þannig að það skiptir máli. Okay. Oh my god, já, það er nefnilega, já. Mér finnst það bara svo margt einhvern veginn svona sem er ekki það, við erum svona mjög lítið eitthvað svona áfengi. Það er meira bara svona koffínu, sko. Já, meira koffínu. Ég er meira fyrst það erfitt. Þú veist, maður er einhvern veginn eftir maður, þú veist, maður er í þessu fjölskyldu lífi og með lítið börn, þá er maður bara eitthvað voða sparsamur hvenær maður ætlar eitthvað að fara. Já, maður nennir aldrei, sko. Nei, maður nennir þessu valla, sko. Ég bara... En mér finnst einmitt, svona meira kannski bara, þú veist, 1 glas með matnum og eitthvað þannig. Það að spyrja því, sko. Já, út af því að margir gera það líka. Það er forvitnilegt að vita hvort að það hafi... Og maður þarf svolítið bara að finna það á sjálfu sér, þú veist, er ég eitthvað, finnst mér ég vera ónýtt daginn eftir, eða þú veist, hvað áhrif hefur það á mig. En þú veist, almennt sé og líka bara eins og að borða, þú veist, það er ekki gott að borða of seint á kvöldin, of nálagt háttatíma, þú veist, sykur á kvöldin hefur mjög truflandi áhrif á svefn líka, truflar djúpsvefnin, þú veist, hækkar blóðsykurinn og allt þetta. Þannig að við viljum líka, þú veist, leyfa svolítið tíma að líða frá því að við erum að borða. Hvað sirka langur tími, myndur þú segja? Sko, helst bara, þú veist, eigum við ekkert að vera að borða mikið eftir kvöldmat. Sumir hins vegar eru bara með mjög hraða brennslu og eru orðnir svangir, þú veist, og það er náttúrulega truflar þá líka, við getum ekki sofnað. Þá mæli ég með því að fá sér bara eitthvað svona létt kvöldsnarl, kannski svona 1-2 tímum fyrir svefn og bara eitthvað með lágum sykurstuðli, þú veist, 1 skál af Seriós eða, þú veist, hrökkbrauð eða eitthvað bara svona lítið auðmeltanlegt við þannig að við náum að sofna. Og alls ekki borða nóttinni. Ef við erum andvaka þá erum við ekki að fara að borða nóttinni. Þá erum við bara að ræsa meltingakerfið og hérna bara kveikja á líkamann. Já. Ég man að gera það oft þegar maður var hérna, Nei, bara líka óléttur. Ég vaknaði oft bara andvaka, fæk með Seriós eitthvað. Já, ég get líka það. Kannski hérna þarf maður meira. Það helst ekki með. En líka bara ég hugsa einmitt bara svo mikið álag á konu að vera gangum það og svo fær maður svo hræðilega svefn. Allan að þú veist, ég svaf ekki eitthvað geðveikt, þú veist, á meðgöngunni. Nei. Þú veist, þannig, já. Það kemur þreytt inn í hlutverki. Þetta er ógeðslega mikið álag. Það minnst magnaðast 4 börn, það er svaka. Vel gert. Já, það er bara vel gert og allt sem varst að gera, það er bara magnað, sko. Þú 4 strákar? Já, 4 strákar, jú. Hvernig er það? Það er skemmtilegt, sko. Já, ég er eina, drottningin á heimilinu, sko. Það hefur alveg sína kosti. Þannig að það er bara æðislegt, sko. Já, oh my god, 4 strák. Ég á sko 1 strák og ég bara hélt að það var engin munur á strákum og stelpum eitthvað. Ég var stelpa og svo strák. Og mér finnst hann svo mikill gaur eitthvað og svona, hún er allt öðruvísi eitthvað. Þetta er ótrúlega mikill munur, sko. Það er bara, það er svo magnað því að, sko, systir mannsins minns og bróðir minn eru hjón. Þannig að mér skrítið, sko, og þau eiga bara stelpur og við erum bara stráka. Í alvöru? Við vorum eiginlega alltaf ólíktar saman, sko. Þannig að ég sá svo vel munin á því að alveg stelpur og stráka, ég horfði að þau og alltaf börnin okkar eru genetist jafnskild og systkini. Þetta er mjög skrítið. Vá, það er magnað. En það er bara kristallast það mjög vel, sko, hvernig þetta er ólíkt, sko. Ég er til dæmis alltaf búin að vera á slysó með mína stráka. Þú veist, þeir eru algjör hrakvallabálkar alltaf. Þau hafa aldrei farið á slysó. Lítið dæmi, sko. Þetta er alveg, því ég held einhvern veginn að núna er alltaf svo mikið alls konar umræfni og ég alveg passaði með að vera ekkert íta henni einhverjum dúkkum okkar. Svo er hún vill bara vera í einhver svona hlutverkaleik, bara vera mamman, leikskólakennarin og hann er bara, ef hann sér gröfu þá er hann bara, wow, og bara öskrar og þú veist það er svo mikið læti, þú veist, að meðan hún er bara að lita, dúlla sér eitthvað. Þetta er mjög ólíkt, sko. Ég hef líka heyrt að unglingsárin sé öðruvísi. Já. Fara eftir kynna, því þú veist, svo pabbi minn á stráka og við erum alltaf stelpur, bara þið stelpur, það er miklu erfiðara. Já, ég hef heyrt að sko, með þess 2 orðin fullorðin hjá mér og 1 er á úlingsaldri. Og þetta hefur verið voða auðvelt, sko. Ég get svitna mikið yfir úlingsárun, sko. Nei, það er gott. Það er eiginlega ótrúlegt, veitu, hvað sagði elsti þinn væri? Hann er 20. Það er ótrúlegt að þú eigir 20. Já, ég var náttúrulega byrjað ung, sko. Það er bara, en þú ert svo young. Þú veist, ég bara grilla sefir við alveg hún sefir svo vel slaka á allavega geggjað, það búið að vera æðislegt að fá því við getum haft þið í bara allan dag. Ég ætla að reynda að spyrja það einu að við erum með svona lið í mömmulífinu sem er svona vikuráð af því við gefum þættina út á mánudögum. Já, svona pepp fyrir vikuna. Þannig að þú ert búin að koma með, sko, ég veit ekki hvað mörg ráð, en ég ætla samt að spyrja þig hvort þú sért með eitthvað
vikuráð fyrir hlustendur? Sko, ég myndi mæla með því að þetta er mánudagur að taka frá 10 mínútur á hverjum degi út alla vikuna í eitthvað svona self-care moment. Sittaði maska, sittaði naglalag, taka stutta meditation, af því að ég held að þú veist, við sérstaklega verum lítil börn og svona, þá gefa okkur aldrei tíma og bara 10 mínútur. 10 mínútur á dag, setja í dagbókina eða í reminder og bara og fylgja því eftir. Það er geggjað ráð. Já, það er geggjað. Það er geggjað ráð. Bara takk æðislega fyrir þetta. Já, takk fyrir bara leiða mér að koma og gaman að koma til ykkar. Þetta var geggjað og bara gangið vel og allir að fá sér appið og ég ætla að fara að köpa barnabókina og allt. Þetta er geggjað. Æðislegt. Takk, bye.